Yeah. 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 Yeah.
Já, góða kvöldið og verið velkomin og sæl þá aftur í seinni umferð 5. Ég veit ekki hvort að þetta virki að segja þetta. Umferð 5. Seinni umferð 5. Aðeins einstilbúin í gatverið. Takk fyrir það, Leo. Takk fyrir það, Leo. Eins og heyrið, Leo með mér eins og hefur oftast verið á 50 dögum. Þín hægri hönd. Mín hægri. Og jafnvel vinstri líka. Vinstri ef þú horfir á mínu sjónar. Já. Það er svona. Allar þínar hendur, allavega. En já, við erum að fara að horfa á SÚS á móti, er það ekki KPJ í kvöld og þetta eru lið sem að, við kannski býðum með að fara yfir í leikin. Við getum tekið stöðtöfluna, okkur langar svolítið að fara yfir hana með ykkur leið og við getum, en það er eitthvað sem að við erum búin að býða eftir að geta sé kannski svona núna, við erum í umferð 5, það er ekki mikið eftir. Nei, við erum að tala um hvað, það er ekki 2 umferðir eftir? 2 umferðir eftir held ég, jú, það eru ef við klárum þessa, þá er það rétt. Já, við sjáum hérna þá Vega væntanlega á toppnum, mínir menn, þínir menn, mitt lið, strákarnir, yes, sir. Dusty í öðru sæti, það sem kemur kannski mest óvart, SÚS 8. sít í 3. sæti. Já. Koma þarna mjög sterkir inn, eru búin að vinna alveg marga stóra leiki, Saga í 4. Þeir hafa svolítið verið að hoppa milli 3. og 4. í gegnum tíðina. Já, og náttúrulega Hyper síðan hérna númer 5. Hyper sem voru læðsta síð. Já, þeir eru komin mjög sterkir inn, eru búin að vinna hérna 2 allavega risastóra leiki, unnu náttúrulega Dusty og unnu KPJ ef ég maður rétt. Þannig að Hyper er einhvern veginn, það er eins og þeir hafi tekið eitthvað svona level jump. Þessi deild er búin að vera smá skrambul fyrir utan, ég ætla einmitt að nefna þetta í kvöld og við fegin að við fengum stigatöfluna til þess, en það er einmitt, það sem að kemur ekkert á óvart er Vega og Dusty, en restin er svolítið bara all over the place. Þetta er pínu þannig, þú mér aldrei búist til dæmis við að Þór var í 7. og KPJ sem voru á lengi efstir með Dusty í fyrra tímabilinu. Þeir eru komnir í bara fallsæti. Þetta er búið að koma óvart, bara hvar allir eru og ég veit að við erum að horfa þá ekki með ennþá nein stig, en þeir eru búin að koma óvart bara allt sem maður hefur séð af þeim, hvernig þeir spila og svoleiðis og mér skilst þeir hafi kannski komið ykkur óvart líka í gær eða ekki? Já, tóku mapp af okkur hérna í Anubis. Og gáðu slag í lokin líka. Já, þeir voru bara rosa flottir og voru einbeittir og voru að spila vel. Þannig að bara mikið propsir ég og það kemur svo sem ekkert óvart að þeir ná að enda þetta með allavega einum kannski, heppilega 2, en þeir ætti mögulega kannski að eiga 1 leik þarna inni. Já, eftir að sjá hvaða leikmenn þeir eftir að spila móti, en já, það er enda alveg rétt. Ég geti alveg trúa að þeir muni ná 1 seríu. En KPJ hins vegar, ef þú skoða KPJ, þeir eiga leikinn í dag á móti SÚS og SÚS eru búin að vera að spila mjög vel. Já. Þeir eiga 3 leiki inni, þeir eiga þennan leik, þeir eiga á móti Þór og sen er Dusty-leikin líka og þeir eru í 7. sæti. Þannig að við erum að tala Dusty-leikurinn er bara mjög erfiður leikur. Já. Þór, þú veist, eru kannski ekkit endilega búin að vera geggjar á þessi tímabili en eru samt líka búnir af nokkuð þéttir, skilur við. Þannig að það er ekkit gefins leikur fyrir KPJ heldur. Þannig að þetta er að fara að vera mjög, mjög mikilvæg leikur fyrir KPJ bara til að halda sér úr botnbaráttunni. Einmitt. Eina sem að kannski svona sést að við erum að horfa á að öll lið eru með flestarna í miðunni eru með 4 stig öll saman. Já. Þannig að round difference spilar eitthvað inn í, en það er bara þannig að Vega, Dusty er á toppnum, svo er þetta hinliðin eins og er. Já. Það er mikill munur á stigunum. Já, KPJ og IA síðan á botninum eins og er, en ef þið hefði spurt mig í kvöld hvor er að fara að vinna án þess að sjá þessa stigatöflu, þá hefði ég sagt KPJ. 100%. Ég er ekkert svo viss. Ég held að KPJ er að fara að eiga mjög erfiðan leik. Aðalega út af því að SÚS kemur með svolítið svona spöngi orku inn í leikina. Þeir eru aggressíft lið og spila ekkert endilega líkt öðrum liðum í deildinni. Og það er bara spurning hvernig þessi lið massa gegn hver öðrum. Ég held ég hafi bara séð 1 leik með SÚS, þannig að ég er með mjög lélegt svona overview á hvernig þeir spila. Þeir gáfu Vega alveg baráttu, það var 2-1 á móti Vega líka, sko. Líka? Já, þannig að ef við erum að horfa á stigatöfluna sem þeir eru í, liðin sem þeir hafa unnið og líka performance gegn Vega, þá líta þeir betur út en KPJ í dag. Í dag? Í dag þá líta þeir betur út en KPJ, en KPJ er einhvern veginn búin að vera erfitt að fá fætur undir sig. Já, þetta er búið að koma á óvart og við lýstum einu leik með þeim og það fyrsta sem að mig rámar í þá er bara, menn voru bara að kasta flössum í veggi óvart og 2 smókar út á miðju í Anubis og svona, þú veist, það var eins og að vanta bara communication og líka bara svona litla hluti eins og, þú veist, þú átt að vera með þetta drilla niður. Það var ekki, þetta voru smoke lineups. Oftar en ekki eru þau bara, þau hitta. En þarna eru menn bara rösti. Algjörlega, en
eins og staðinu núna þá eru bara þessi lið hérna á botninum bara í hörku baráttu. Það ekkert margir leikir eftir og þeir verða að steppa upp. Ég held að KBO neyti væntanlega að detta niður. Þeir eru að fara að gera sitt besta í kvöld til að taka þennan leik og þeir hafa þannig séð allt sem að þeir þurfa til að geta gert það. En núna er bara spurning, vill SÚS þetta meira en þeir? Einmitt, það er einmitt, eins og þú segir. Það er heimur, það sem að Ofvirkur og Edison detta úr deildinni. Það er crazy. Ef að KBO endar í 7. það er alveg, og það er ekkert það mikið breyting á rosterinum. Við erum að tala þeir fá eitt leikmann út og fá Óla Ofvirk í staðinn. Á blaði er þetta ekki træðileg skipti og Óli er búin að vera að spila rosalega vel. Já. En þannig ég veit ekki alveg hvað hefur farið úrskeiðis, eða þú veist, er þetta bara dýnamíkin? Ég vona að við fáum allavega betri hugmynd það eftir leikinu kvöld og þeirra vegna vona að þeir standi sér betur út af því að, en á sama tíma, þú veist, ég reyna að vera non-biased hérna, þá langar mig líka að sjá SÚS gera góða hluti sem eru nú þegar búnir að gera. En ég er ánægður að sjá fleiri lið komin í deildina en ég vil ekki sjá liðin sem nú þegar á góðum stað fara aftur á bak í þróun. Nei, og það sem að kemur kannski mest á óvart með þetta KBO, þú veist, jú, þeir missa eitt leikmann út og fá Óla Ofvirk í staðinn. En það er ekkert búið að vera drastískar leikmannabreitingar í hinum liðunum sem þeir eru að tapa móti. Þannig að það er að koma mér á óvart þessi 2-0 töp hjá þeim gegn liðum sem að þeir höfðu áður unni eins og Hyper og hérna, man ekki hvað fleiri leikið hafa tekið hérna. En allavega eins og móti Hyper, það var bara 2-0 samfærandi sigur, skilur, en Hyper enda búin að vera geggjaður á þessi tímabili, þannig maður bara svona, veit ekki alveg hvað er að frétta hérna í rauninni. Þetta tímabili er búið að vera pínu wildcard og ég er mjög gaman að því. Það er mjög gaman að fylgjast með öllu leikjunum að því núna erum við að horfa bara á, þú veist, 4 stig, 2-0 og síðan bara 2 á toppnum sem nokkuð sannfærandi. En allt þetta hér getur breyst bara í næstu 2 vikum. Og við kannski fáum upp bara liðin leið og við getum til að sjá hvort að leikmenn hafi alla sína leikmenn. Ef við ekki bara byrjum á KBO, sjáum að við þekkjum þá kannski betur en við sjáum það, já, allir leikmenn eru á svæðinu hjá KBO, það er Edison, Ofvirkur, Solo, Nonni og Rodríguez og þannig að þeir hafa enga afsökun að vanti mann í line-upinu sínu, það er bara mæti á svæðistrákar í rauninni. Algjörlega, ég meina Edison og Ofvirkur eru nokkuð veginn búin að skila sínu og meira í þessum leikjum sem við höfum verið að horfa á. Óli kannski hefur átt allavega eitt leik sem ég man eftir sem var ekkert speskilur en við vitum líka að hann er tempospilari, hann vill byrja vel og heldur áfram með því og ef hann byrjar illa þá kannski byrjar hann svona aðeins að reyna meira til að ná því upp og síðan þá er hann kannski að selja sig ódýrar og eitthvað þannig. Kannski leikmenn sem eru búin að vera bara svona nokkuð þéttir en ekkert endilega búin að vera eitthvað skína akkurat í deildinni núna Solo og Nonni. Og síðan Rodríguez er smá búin að vera dampandi. Finnst hann búin að vera lítið ábyrrandi eins og og væri til í að sjá bara alvöru performance frá honum í kvöld. Því ég veit hann hefur allt sem þarf skilur en hann er vissulega ungur og reynslu minni en hinnir í liðinu en núna væri akkurat tækifæri bara til að koma harður til leiks og reyna að rífa í sigur í kvöld. Hann náði að snúa sig við á einhverjum tímapunkti í Anubis manni þar sem að hann var einn að sitja á A-sætinu og var að eiga mjög erfiðan leik þangað til að við nefndu það upphátt. Það var eins og hefði komið svona, ég þarf að gera eitthvað meira, sækja meira info svo mitt lið getur skýnt betur. Þannig að hann allavega hefur svona hugmyndina hvað hann er áhrif. Hann er ekkit lélegri eimer en hinn er á servernum, sko, alls ekki. En bara spurning hvort það vanti bara smá svona ego. Smá ego í kallinn, bara treysta á sjálfan sig og vita að hann getur þetta og taka þessa slægi á þess að vera eitthvað smeykur skilur og þá kemur þetta bara. Það getur verið umræð sem að þeir taka, við kannski förum yfir þá í SÚS og sjáum hvernig line-upið stendur hjá þeim. Það er hérna Blikk, Æsi, Rex, Pressi og Lukkulags. Blikk, nafn sem allir þekkja núna, ættu að gera það. Já, bara búin að vera toppleikmaður núna allavega í eitthvað tíma og einn af þeim fáir sem er búin að fá tækifæri erlendis. Þannig að það er alltaf risastór pick-up fyrir SÚS að fá hann inn. Hann gaf þeim þetta auka firepower í miðju deildinni, það sem þeir þurfa kannski til að akkurat krækja sér í eitthvað sigra aukalega. Við þekkjum náttúrulega Rex líka. Rex náttúrulega var leikmaður fyrr á byrjun 2025. Spilaði hvort það hafi verið 1 eða 2 finalsleiki
einn allavega sem ég man eftir hérna í Arena og bara frábær leikmaður. Einn bara ungur drengur líka, hvort hann sé 19 ára eða eitthvað en hefur alla burði til að koma sér bara vel upp á toppinn sko. Annar ungur pressi. Já, þetta svona young gun-lið. Já. Þetta svona minnir á gamla Dusty line-upið þarna þegar Bjarni og þeir komu inn Já. og voru allir frábærir eimerar og já. Þetta er þannig væp eiginlega yfir þessu SUS line-upi núna en hvort að þeir nái sömu hæðum og Dusty gerði þá alveg svona spurningamerki sko. Það kannski að þetta lið sem að svona einmitt, eru kannski ekki eins sterkir á pappír en einmitt eru það ungir að þeir eru að setja inn vinnuna, þeir eru að verða betri og betri. Algjörlega og hafa tíman. Það er fylgið því að vera svona ungur og hefur ekkert nema tíma sko. Það gerir það, spilar helling inn í, menn þurfa að sækja peninga og þessi strákar er ennþá á frílóta. Já, við sjáum oft þessa dýnamík vera mjög fyndna því þú horfir á þessi toppliði deildina, þetta eru margir eldri kallar, við erum að tala 28 upp úr 30 plus, Maggi Vírus, ég, Vargurinn, fullt af þessum gæðum, Óli Ofvirkur og þannig sem eru búin að vera þarna lengi á toppnum. Þeir eru bara keyrit á reynslunni og minimal hours. En sér koma þeir inn með bara geggja hours fattaru en vantar upp á reynsluna en hún kemur. Hún kemur með tímanum og þá hægt að róla ef að brúa bílu og bara taka fram úr, skiljum. Það er bara þannig, sko. Já. En við erum alltaf tilbúin að fara yfir í vídeóið og sjá hvaða möppum við lendum í. Ertu með eitthvað hugmynd á hvernig vídeóið lendir? Eitthvað sem að KBJ hrifnir af Nuke, sko. Þeir hafa verið eitthvað að spila mikið Dust 2 nýlega með Óla í line-upinu þannig að mér kemur ekkert á óvart að Dust 2 er inni ef að SUS veto er það ekki núna, sko. Þannig að það kannski spilast allt út frá hvort að þeir... Já, ég held að þetta endi líklegast í, Nuke, Dust 2, nei, akkurat. Þetta er bara besta bannið sem SUS gert. Þeir að taka bara Óla bara úr umferð. Basically. Já, snemma, vil ég ekki taka sensin á því, en þá vilur KBJ akkurat Nuke. Við munum líklega sjá, ég veit ekki alveg hvað SUS vilja að spila. Er þetta Anubis eða? Er þetta bara Mirage? Já. Er það galið? Nei. Nú hugsaði ég bara svona að fara niður í pögglegina, en það er kannski eitthvað sem að þú vilt heldur ekkert gefa. Það er annað vappamapp, sko, en ég held að SUS er ekkert endalega hrættir við Mirage, sko, en mér þætti líklegast að Anubis myndi lenda hérna, en nei, Þetta reyndar setur nákvæmlega umræðan sem vorst að nefna, hafa tíma, legginn vinnu, nýjasta mappið, geta farið strax í það að nýta sér það í hag og bara... En þið taka reyndar overpass. Já, ég meina það, nýjasta mappið, það er reyndar Anubis. Já, ég var eitthvað svona, þeir eru bara að kíkja að það. Það er kannski minnst spilaða mappið, maður sér að, þú veist, þetta er rosalega lítið spilað, nú er ég reynda bara... Er þetta að fara í Mirage, eða Inf? Nei, Mirage. Ég held að Inf sé eitthvað sem að SUS vilja ekki mæta KBJ í. Nei. Það er kannski frekar eitthvað sem að þeir eru með á hreinu. Mirage, þá fáum við Puggy svona mapp til að ljúka þessu ef að það er. Nei, KBJ líka hafa verið mjög góðir í Nuke, þannig að ég held að þetta er bara gott pick fyrir þá. Spurningamerki með akkurat hvernig þetta lendir í Mirage, eða hvort við förum þar yfir höfuð. Svo er það. Við bara... Ég get ekki séð þetta vera 2-0 leik eitthvað sannfærandi, sko, ef ég var að hallast að yrði þetta 2-1, en SUS er reyndar bara búin að vera það góðir núna á þessi tímabili að það er... Já, kæmir raunin ekkert á óvart en á sama tíma, svona, ég veit eða ekki, ég þarf eiginlega bara að sjá fyrsta leikinn til að vita svona í hvað átt þetta er að fara að stefna, sko. Já, ég meina, þú veist, það er erfitt reyndar að segja í dag á blaði, að því við erum að tala þú veist, þeir eru með Edison, geggjaðan ræflaðir og hver kemur á móti Blikk. Já, ok. Fattaru, Blikk arguably bara betri ræflaðir en Edison í dag. Já. Þú veist, hann er bara með bestu séspilurinn sem við höfum. Og þá kemur á móti hver er þá næstur line Rex á móti Óla, skillwise, þú veist, Óli er frábær vappi, Rex er geggjaður ræfler. Þannig við erum að tala bara talent for talent á báðum liðunum. Þá veit ég ekki hvernig þetta er að etcha út, sko. Nei, hver er vappin hjá SUS? Er það Pressi? Ég man það ekki. Pressi eða lukkulags kannski, ég held að það sé ekki lukkulags, sko. Pressi hef ég séð með vappana, en veit ekki hvort það sé eitthvað svona secondary eða eitthvað svoleiðis. En maður Blikki byrja að rífa í þetta. Ég er ekki búin að ná að fylgjast með SUS-leikjunum nægilega vel. Við misti af leiknum, við spilaði ekki á móti SUS með Vega. Nei. En þannig að ég fekk ekki
í rauninni neina reynslu. Þetta er eiginlega eina liði sem ég átta mig ekki endilega á hvernig þeir spila, en alla hína hef ég spilað á móti margoft áður, sko. Þannig að þetta er, fyrir mig er þetta að vera áhugavert bara að fara að sjá nákvæmlega hvernig line-upið er og dýnamíkin þeirra, sko. Ég geti ímyndað mér að erfiðastu liðin fyrir SÚS væri eitthvað svona eins og Saga eða KPJ sem að svona koma með slægin til þín til að svona hrista í þínum leik, ef að það er leikur sem þeir spila. Já, ég held nefnilega að SÚS og KPJ eru með nefnilega báðir með svona svipaðan playstil upp að þeir vilja aggroa frekar mikið. Þannig að núna er þetta held ég bara að fara að vera svolítið stál í stál, sko. Þannig að það verður skemmtilegt að fylgjast með hver er þá bara að fara að edgja. Hver er með suðutækið? Já, í rauninni. Þetta er alltaf áhugaverður leikur og mjög mikilvægur leikur fyrir bæði liðin. Já. Að því SÚS ef þeir taka win hérna og þá með 6 stig þá eru þeir komin langleiðina með að tryggja sér inn í brakkitið. Og aftur á móti hins vegar ef þeir tapa hérna og KPJ vinnur þá er KPJ allt einu komið eitthvað pínu líflínu eða þeir eiga eitthvað næstu 2 leiki. Þannig að þetta er mjög mikilvæg leikur. Þetta er líka svona leikur sem að KPJ bara mega ekki tapa og það geti verið eitthvað sem að kannski hleypum í meiri akstur eða getur verið að það sitji í hausnum að þeim. Ég veit ekki hvað menn eru. Nei, því ég held nefnilega ef að KPJ tapar þessum leik þá eru þeir að sjá fram á að það þurfa bara að biðja til Guðs að hin liðin standi sér ræðilega upp á að halda þeim úr bottom 2. Þeir eru þá Dusty eftir og það eru bara ekkert mörg lið á landinu sem eru að ná að taka bestu 3 af þeim akkurat núna. Við sáum þá reyndar missa þarna á móti Hyper og þeir eru ekki búin að vera aðeins shaky. Þeir missa held í mappa móti SÚS líka. Þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi en við erum búin að vera að sjá áður með Dusty en samt KPJ að líta illa út kannski pínu og þá er það ekki að fara að vera eitthvað lið sem er endilega að fara að taka hérna seríu af Dusty í dag en SÚS eins og búin að líta gett vel þannig að það mikar eiginlega meira sens að þeir eru fattur En KPJ þeir ættu að horfa á SÚS sem auðveldasta liðið af þessum 3 af þessum 3 og bara svona strákar, ef það er eitthvað kvöld til að mæta á fullum spretti þá er það núna. Já, út af því að annars er það bara 2 erfiði leikir eftir og það er bara elimination eftir það. Það er 100% og hérna, ég veit ekki hvort ég er að fara með rétt mála, ég held að KPJ sé bara með 1 win ef IA krækir sér í win líka Já, svo það, einmitt, þeir eru búinir að vera klórandi í sigurinn. Já, þeir eru búinir að vera, þú veist, ég þarf að tjekka náttúrulega í rauninni hvaða leiki IA á eftir, að hvort þeir eigi einhverja leiki sem eru neðar í brakkitunu eftir, neðar í riðlunum, er ég ekki alveg viss, sko, en ég meina þeir spila vel á móti okkur og hafa verið að spila vel á móti öðrum liðum, þannig að það er ekkit útilokað að IA eigi ykkur vinn inni. Nei, ég nefnilega mann það ekki sjálfur einmitt hvaða lið þeir eiga eftir inni, en SÚS, kannski eru þeir með sömu hugsun núna að vita að þeir eiga að vera léttasta liði sem að KPJ á eftir og gætu farið með bara nú tökum við slægin á það bara, það væri pínu fyndið að hrinda þessum mönnum út úr deildinni. Ég meina, ef þú ert að koma þarna inn úr fyrstu deild og ert síðan bara að negla lið út eins og KPJ og eitthvað, þú veist, það er beyond any dream, skilur þetta er örugglega besta entry úr fyrstu deild inn í úrvalsdeildina sem við höfum séð bara ég veit ekki hvað langan tíma. Já, Hyper CS, ekkert síðari þú veist, þeir náttúrulega eru ekki með stigin til að bakka þau upp en við vitum hvað við erum búin að sjá og þeir eru eins og segjum búin að vera að taka mappa af besta liðin í deildinni líka og einmitt. Hyper á líka bara á skilið stæðsta propsið af eiginlega öllum liðunum í deildinni bæðum við framistöðu í ár og líka bara að þeir eru ekkert í neinum rosterreytingum. Þetta er bara tætt vinir og þeir vita þeir geta þetta. Við æfum bara saman. Við gerum þetta saman. Þeir eru ekkert að skipta út leikmönnum. Lausnin er ekkert alltaf að leita annað. Freka bara fínpússa það sem þú hefur. Og við sjáum það bara eins og með Ólafvirkinn í KPJ. Þeir voru með góðan leikmann, fá annan góðan leikmann en niðurstaðan er verri, bara verri faktist hinga til það en ef þú ert að tala ef ég hafði hort á þetta á blaði, ég bara gegja pick-up þetta sést líka út í heimi það tekur líka svo rosalega langa tíma fyrir lið að stilla saman og við erum við segjum það í úrvalsdeildinni úti og þetta eru lið sem að spila hverjum degi bara eru í officials nánast hverju einustu helgi hverju einustu virku dögum
og þetta tekur þau bara einhverja 6 mánuði til að ná að stilla þess af og já, maður skilur alveg sumlið, kannski eitthvað sem maður klassar ekki saman, kannski Elise Face, kannski dæmi sem að ég með þetta, frábær leikmaður, en það bara var eitthvað ekki að virka. Þannig að þeir gera það skiptingu, en það tekur bara alltaf langa tíma að fara að byggja upp á nýtt. Þannig að það vart endalaust að gera einhverja roster breytingar, þá endar bara eins og Falcons. Já, þetta líka, þú veist, það sem ég teki eftir bara hvernig hugsiði, fattarðu? Ég spila með Vega og þú veist, það eru leikmenn í liðinu sem að ég get messað ógeðslega vel við. Þeir vita bara hvernig ég spila og ég veit hvernig þeir spila og það bara tætt, eins og Kitty Disco og ég þegar við spilum saman, hann veit nákvæmlega hvað ég að gera og followar upp á því fullkomlega og við spilum mjög vel af hverju öðrum. En síðan náttúrulega ég og Alli Serk til dæmis gerum það ekki. Við hugsa bara allt öðruvísi skilur og það sem telst eðlilegt fyrir mér ekki honum eða fattaru að við spilum bara allt öðruvísi. Ég spila töluvert meira aggressive playstyle, hann meira passive playstyle, þannig eitthvað sem að telst vera, þú veist, þannig að það bara messar verð, fattaru. En þið vitið það og þið sýnir þess vegna erum við yfirleitt separate megin, eða fattaru, í mörgu tilfelli, ekki endilega viljandi en þú veist, hann bara, þú veist, við vitum bara, þú veist, ég og Kitty spilum bara vel af hverju öðrum, skilur og það bara oft gott að identifæða það og vera, þú veist, en ef þú ert náttúrulega með 5 manna roster og ert síðan að taka einn leikmenn sem kannski messi ekki vel með 4 með þeim eða eitthvað, þá hann eiginlega gagnslaus í lið. Já, í því tilfelli. En þú þarft að hafa líka, þú veist, það ekki bara að hafa 5 entry frækjara, þú þarft að hafa einn mann sem getur sitt á bombsæti og verið passífur og tekið ákvarðanir og situr upp play-in með flössunum eða með ykkur öðru eða Þetta ekki einsmannsleikur, ekki tveggjamannaleikur, það bókstaflega eins og við nefndum Rodríguez, hann þarf að vera til staðar líka. Þetta ekki bara Edison, Ofvirkur og Kó, þetta hver einasti leikmaður í liðinu. Já, þetta var alltaf athyglisvert. Við erum að lenda í ykkur technical inn á serverunum, þannig að þið verður bara að heyra okkur blaðra hérna, þangað til. Það nóg til að tala allavega, þannig við náttúrulega hættum ekki að tala. Nei, ég veit að ég var alveg fengið að heyra þetta eins og tvisvar. Það var alveg kompliment, sko. Hvernig getur þið bara að tala hvað sem Það auðveldiparturinn. Það auðveldiparturinn, sko. Já. En ég allavega, þú veist, ég búin að vera mjög hrifinn allavega deildinni hingað til. Hún búin að vera góð. 2 umferðir eftir, beint í riðla, síðan úrslit 28. mars, hérna í Arína og ég mæti. Ekki að spila samt örugglega. Ég ætla bara að vera á bekknum örugglega bara og njóta þess að fá að horfa í fyrsta skipti í langa tíma. Það svoleiðis. Já, ég stefni allavega á það, ekki nema, þú veist, ég veit ekki, eitthvað mistíðus eða eitthvað. Þá grípum maður kannski í músuna. Hann mistekst sig. Já, ég ekkert að segja að ég sé yfir það hafinn að hrinda fólki til að komast inn í sviðsljósið, sko. Nei, það svoleiðis. Hann átti þess að vera með mjög fluff í kvöld, sko, en Fair enough. Það leggur á gólfuna hérna hinum með. Sérst að ég lappi þetta skemmtilegt brottfall, áhugavert. En já, meira, Red Bull. Það aldeilis verið að teygja líka á sko, hvað við getum verið að tala ekki búin að fá ykkur Red Bull right now, þá þið þreytt. Já, við erum að horfa allavega fram á fyrsti leikur Núk og KPJ byrja í terr. Já, kannski förum við það terrhliðin hjá KPJ. Þeir þurfa, sko, síðast þá byrjuðu þeir í sétin, af því að það var Saga sem var á móti. Nei, það var ekki, þeir nýfuðu held ég upp á það. Nei, jú, það var þriðjamappi, það eftir. Þörd og nýfuðu upp á. En Saga er líka bara rosa solid terrlið í Núk, þannig að KPJ ekki alveg á sama kalibri terrvæð, sko. Þeir eru rosa aggressífir í CT sem að ég fíla mikið við á, sko. Ég man að mér hlakkaði mig til að sjá þá í 3. mappi í Núk frekar en að pikka, en hér fyrir við aftur í pikkið hjá þeim þar sem þeir byrja terrþarleiti og vonandi allavega volgir frekar en kaldir, en við sjáum pressa hérna upp á höttinu, það verðist stefna í A, Edison tilbúin að stökka handan við hotni, búin að opna smá svæði og gerir þá pressu í áttina að komnir hérna úti og beint í hell og einn að mæta hérna, spotta hann. Góð pressa þarna á Edison og þó að hann sækir í meira þá er hann búin að eyðileggja það fyrir að pressingin seti hérna og sækir 2 í viðbót. Edison algjörlega opnar þetta ránd fyrir KPJ og keyrir hratt úti. Þetta er bara geggja ránd. Þetta var bara gullfalli pistla hjá honum. Þeir vissu nákvæmlega hvað þeir ætluðu að gera og það executaðist perfect. Þetta geti komið allavega af stað. Edison var búin að heyra okkur tala, vildi setja bara sokku upp í okkur strax. Já. Ef við helst
Blik betri en ég. Excuse me. Nei, en hann kemur hérna mjög sterkur inn og svona eiginlega single-handedly býr til það mikla pressu að það hrýnur eiginlega bara öll vörnin hjá SUS. Já, gerir það. Strækaðir, smætaðir kannski. Koma pönnin. En við elskum þau. Það sé nú úti, waterfall, smókurinn. Bara mjög hrifin að þessu. Bara að taka úti kontról, eru með AK-ana, vita eru solid long range, nota smókana til að isolate og ná pínu territory. Gott flassinu yfir, keyrum væntanlega með því í gegn, taka credit. Rodríguez búinn að klíra þetta. Fókus þarna hjá pressa nær einum. Það var besta sem við getum fengið með uspunni. Algjörlega. Rodríguez komur hérna, má ekki tapa þessum fight. Nei, Rodríguez ætti bara að gefa þetta eftir núna. Já, 3-3 hins vegar, það smá líflína í þessu róndi. Nokkuð vissum að þetta sé búið. Það 5-7 en... Tveir hins vegar lágir hérna hjá, núna fyrir þetta eiginlega allt upp á tímasetningu. Æsi með eina á nonna hérna fær byssuna, eða hvað? Þetta var... vont fyrir nonna. Þetta hefði mögulega geta gert eitthvað úr þessu randi með þessu killi en nær ekki headshotinu. Veit náttúrulega ekki að hann lár, hann að miða fyrir eitthvað ofalega sko. Já, ég veit. Tengir ekki. En sleppur og núna... Hún sjá kaup hérna frá, þú veist, ég meina allt í lagi svo sem Ígó. Missa 2 byssur, peningurinn svona ekkit allt og frábær fyrir næsta ránd ef að SUS tekur þetta ránd. Ég fíla allavega hvernig KPU þeir að fara inn í terliðina núna, þeir eru að byrja á milljón og ég held að þeir hafi bara verið með sama hugafárið mitt. Þetta á að vera léttasta leiknum, vita og alltaf að sína anstæðingunum virðingu sama hver hann en þeir vita líka að þeir spila betur ef þeir eru á þessum skala. Rodríguez hins vegar fyrstur til að falla, ofvirkur strax á eftir og einhvern veginn, ok, aðeins farið sigra heldur að þeir byggust við. Já, bara góð byrjun en frá SUS, smæta þeim nokkuð aggressíft og bara gefa strax góða lókun á þetta. Núna aðeins byrjun að hægja á tempóinu hjá KPU-ð, bara leita af einhverjum mistökum. Þeim sýnir SUS bara ætla ekki að gefa þeim, sko. Edison hins var góður að koma sér í stöður þar sem þeir búast ekki við. Ég held að þeir eru ekkert alltaf öruggir hann síðan og þú sér rampstrákan að vera ennþá uppi þannig að mig grunar að þeir hafa enga hugmynd að Edison komið niður. Vrex að vísu búinn að sleppa út í sveðinu, hann samt að fara aðeins út núna. Það gæti verið á hann gruna, ætlar hann að fara á eftir? Já, hann að gera það, hann að koma í bakið á eftir. Gæti enda illa, en pressin að gerast núna á solo, en sér það, Vrex, hann á leiðinni niður, kemur og ætti kannski að spotta. Eru þeir búin að opna þér hurðin á sama tíma eða? Ég held það, ég held þeir hafi actually skugga. Já, miðað við þetta. Hann að gera það Edison mögulega góður fyrir 2 hérna á rampinum. Key detail hérna. Nær einum. Veit ekki að pressa væntanlega, hann alveg tvökkar hann mollaður út, Edison fær línuna, nær ekki að klára hann hins vegar. En núna bara komin einn niður, Rex tekur á móti, nær einum, tekur sinna stæði hérna. Þetta, þú veist, það var alveg líf í þessu rándi ef að pressi hefði verið svona í opnari stöðu fyrir Edison til að ná tengingunni. En samt alveg skiljulegt, þú veist, ég held að sá sem kom þarna á rampinu var ekki að búast við pressa tökka inn í hotninu og fellu náttúrulega bara út frá því, sko. En snirtilega gert hjá KPU samt sem að þetta hafi farið í rugli, missa náttúrulega menn 2 svolítið snemma, en... Sjáum hins vegar forspæðið hérna, 2 AK-ar og síðan bara einhverjar pislur. Já, og... Edison auðvitað með AK-in, halda honum bara volkum á honum. Og solo á diglunni og virkur með tekkuna. Þannig að gæti stemt í eitthvað hratt nema að koma eitthvað pikk en það er nokkuð við sem að ofvirkur verði fremstur í því þegar það kemur að því ef að SUS gefið þeim ekki neitt. Bara úti smóka feik hérna, Navi smókanir komnir út, einn að selja bara. Edison kemur... Þetta var leiðileg tímasetning fyrir Edison. Og rétt áður hann að smókur lendir. Nei, líka vonta að því að Rex tekur línuna nær killuna en sér að það er engin annar. Þannig að þeir eru held ég bara komnið með nokkuð góða hugmynd hvað er að gerast í hana. Samt ekkert margir á gólfinu að taka móti. Einn þarna í viðbónum, líklega smókaður út, einn í auð, eins og við kallum þetta.
gef honum shoutout. Blikk tekur á mótunum, Júpili kemur út, keyra þarna út og fara niður. Hann missir af ventinu, Solo, alveg blindur í reiknum. En náður plantinu, mista mjög ólíklegt núna. Rodríguez afsakið þurfti að ná 2 þarna eða planta í smókinum og hvort var að fara að gerast. En já, þeir reyna að mjaka þetta út en þeir ná þessu ekki Sús. Það er leitt að lendi í þessu sem Solo lendi í, skilur, þú hlaupa hann inn í smókinu og vona að þú hittir, en þetta er erfitt að hitta í þetta, sko. En sko, ef þú klessir fyrst á hliðarnar á ventinu einhvern veginn, þá svona, ok, annarkvort er ég að fara að gera maður fíbli eða ég er að fara að ná þessu niður. Nei, og líka ef að senastu 2 rándin er einhver indicator, þá er þetta búin að vera mjög sannfærandi ránd fyrir Sús. Já, þeir eru bara slækir. Já, mistið þeir ekki bara 1 þarna í rándar utan? Held það. Það er mistið 1 og núna mistið þeir engan. Nei, jú, það er rétt hjá þér. Þannig að lítur vel út þessi gunránd allavega fyrir Sús og spurning hvort að þeir reynda að KBO tekur hérna technical í glokkrándinu. Technical, fyrir ekki. Ég er bara, hvað, geta þeir tekið hérna? Já, taka tactical hérna. Við erum alltaf spes að taka tactical í ígurrándinu. Ég er reynda sammála þessu. Ég hef alltaf verið svona geimuðu fyrir bærándin, en þú getur líka notað þessi ránd til að spjalla. Já, af því ég hugsa bara, þú veist, glokkrándi líkurnar og tapir í eru háar. Já. Það er bara the odds are not in your favor og taka það og síðan bara til að tapa því rándi, þú vilt frekar taka tactical, byggja upp móralinn, taka ræðuna inn í ránd sem að þið eigið hæðsta sjansinn í. Akkurat. En gott kill hana hjá þetta, það er einum, það er ekkert 5. Hoppar hérna út, Nonni. Skotur hann inni. Já, það er bara kill hann í bakið þarna. Og þá bara 1 eftir. Ávirkur bara á gólfinu hérna, P250, lappar í bakið á Rex, en Rex bara snýsir við. Já, ég bergmála bara svo sagði þér, þó að þið séu að tala fyrir gunrándi sem að er núna, að þá getur þú sótt þessi, þú veist, bara svona, gæti lent í ykkur hundleiðilu í þessu rándi og kannski smá svona aðtapa rándinu, þú veist, já, við erum glokkur, það er alltaf eitthvað sem getur gert, þú getur nátt vant í þessu rándi. Þú vilt eiginlega svolítið nota human faktorinn við það að taka pásuna, það sem þetta er svona, ok, Hitler er að hugsa, ok, þeir tóku tactical, hvað ætlaði að gera? Það er ekki að fara að koma, skilur við. Þeir eru búin að gleyma því þegar næsta ránd kemur, eða skilur við. Þú vilt helst svona búa til smá suspense eins og að sé eitthvað stórt að fara að koma og ef þú vinnur það ránd þá býrðu til örlítið panik. En þú tapar rándur bara strax í kjölfarið, þá náttúrulega er allt það eiginlega að fara út úr gluggann, sko. Algjörlega. Pressi framalega hérna. Bak við hurðina, vel gert, gott beit þarna, en Blikk fljótur að svara. Trú ekki farið í þetta. Þetta var þetta mjög skemmtilegt beit þarna. Já, ég veit ekki hvort það var planað eða ekki. Edison, tímasetningin! Edison að næri þessu á besta tíma Blikk, spila fyrir Antti. Æsi tekur hins vegar Solo. Edison á gólfinu nær öðrum og er treytaður. Núna er þetta allt á lukku legs. Kemur hérna í vippan. Þeir fara niður. Gera vel. Rétta svæði til að taka, fá smá pásu, koma sér fyrir, lukkulags, hægt og rólega, tekur secretið. Já, hann er að taka hérna, búinn að klíra téðir sínist mér, hann er rætt að vita nákvæmlega hvað hann er að koma. Þetta er erfitt retake fyrir lukku. En lukkan geti verið með honum. Jó. Brýti gluggan. Vita núna alveg af honum. Hann er raunin bara með 1 flass að vinna með það er að klíra svona mörg angle. Tíminn ekki að tikka allt og Já, þetta er eiginlega ómögulegt. Hann eldir hann að Nonni, hann hjóla bara í hann, veit að hann er að fara að deyja hvort er, getur alveg eins keyrt þetta bara út. Hér er vel líka og tekur lukkulags og missir þar með AK-un sinn. Hann gat eiginlega haldið honum, sko. Já, í rauninni gat hann bara hlaupið í burtu, þurfti ekki að taka hann að slag, en hins vegar bara góð flott hjá Nonna, keyrir hann út, verður að gera það. Staðan 3-3 núna og fínasta teikan hjá KBO, þetta var í rauninni fjallsvöldi með þessu tæmingi hérna í vippanum. Já, Blikk. Hann er að horfa og ég held að þetta hafi varla verið bara mikrosekunda sem að hann lítur frá akkurat er hann að koma í gegn. Þetta er leiðileg tímasetning en
vel spilað hjá Ederson. Flassi kom þetta beint í kjölfarið til að fylgja honum þarna inn, þannig að hann er bara að tryggja þetta kill frekar rætt, en núna erum við að sjá aðra tactical pásu frá KPJ í bærándi þetta skipti, þannig að það er Þeir eru kannski að leyfa þess að malla svolítið, svona nýbúnir að elda náplanti, nýbúnir að elda hann þarna og þarna er hún að vísu tekin á mjög góðum tíma líka. Þetta er oft gert líka andstæðingsmegin, hvort sem að þeir séu að koma með þessi plan fyrir sig sjálfa eða ekki, að þá setur þetta á andstæðinginum alveg. Algjörlega, og líka þetta map Nuke er eitt mest tactical mappið í leiknum. Að því leyti að IGL-in þarf að vera ótrúlega fljótur að átta sig á hvernig liðið spilar. Að því þeir spila ekkert öll lið eins. Sumir spila 3 inni, 1 ramp, 1 úti. Sumir spila 2 úti, þú veist, og síðan rotate liðið líka mismunandi. Sumir eru alltaf einn í secret, þú veist, þannig að þú þarft að identifæra frekar hratt hvernig liðið er að spila og finna síðan rétta svarið við vörninni sem er í gangi og ef þeir breyta, vera fljótur að finna svarið við því líka. Að því terr í þessu mappi er mjög erfitt ofta að takka í ef þú ert ekki að finna rétti svörin. Þetta er svona mappið með þetta að segja sem að menn sem eru á sama skala þurfa að vera með sterkari hliðar, því annars er alltaf einn sprunga eitthvað sem hægt er að fara í gegn. Algjörlega. Og í þessu þá eru þeir búin að finna hana hérna og það var að keyra úti þar sem Ederson stóð sér vel til að byrja með, hægðist síðan aðeins á þeim, en svo tóku þeir síðasta rond og mögulega þetta með þessu áframhaldi. Þetta er líka ágætis pæling að pressa að fara upp á bláa þarna því þú sér yfir navísmókana en aftur á móti alveg galopinn fyrir gámnum. Þannig að það er enginn að halda því, þannig að hann er bara tekin í liðin á solo. Lukkulags missir af einum þarna upp og er að fara að fá einn þarna. Næra honum fyrst það, gerir vel. Nei, næstu við með 2 en Ederson aftur komin í hana upp og við erum að fá smá déjà vu frá því áðan í pistarándinu. Og það er að vísu infóið. Þessi tímasetningar eru alveg, hausinn alveg að fara að poppa. Það er mann í bakið, Nonni gerir vel hérna, nýti þetta blikk eins og það er í vendinu, 1-4, fær mollan beint í grímuna. Og Tikki lætur, Spilfói fljóta. Algjörlega, hann veit hvað þetta þýðir, það er bara að halda og ekkert annað. Það er ekkert annað í stöðunni. Blikk eins og það er búin að vera flottur hérna allavega í byrjun, 6-3, 113 ATR, þannig að hann er allavega að skila sínu. Spurning hvort hann á að gera eitthvað skaða hérna á peningin hjá KPJ, það er svona held ég að eina sem hann getur gert akkurat núna. Þeir eru byrjaðar að þjarma að honum allavega einn þarna, solo að leita. Getur hins vegar ekkert farið mikið nær út á bombunni, þannig að en Blikk verður hins vegar að fara að koma sér í burtu, solo líklega bara tilbúin að taka mótunum, tíminn. Hann er svo góður sko. En deyr hins vegar samt, en við erum að tala solo var með allt advantage í þessi angle sko, en Blikk bara með þessi, þú veist, krakkarreflex. Deyr hann 100% niður í hotninu sem hann var í? Já, hann hefði dáið þar. Er það? Já, hann verður að koma sér undan. Nuke er eitt af þessum möppum sem er með rosalega langt þarna blast range. Það er bara, þetta er ekki eins og í train þar sem að þú nánast getur verið bara komið bak við 1 vegg og þú er bara örgur sko. Eða Nubis, þú getur farið fyrir utan B og góður. Algjörlega, það eru sem möppir þannig, en Nuke er eitt af þessum möppum þar sem þú þarf basically að fara að hlaupa sko og byrja bara að hlaupa. Overpass meikar sens, það er það stórt skilur, en einmitt Nuke, kannski segir sig sjálft, við erum í einhverju kjarnorkuverksmiðju þetta, kannski. Bara eitthvað frauðplastveggir hreinlega, þetta fyrir bara allt í gegn. Bústið upp á þetta sjáum mjög mikið pressi beitan. Taka hérna leit, hvað er að taka leit út af vegg? Ekki. Sýnist það. Kasta smókunum, og verður sér þetta. Kasta báðum smókunum. En skemmtilega byrjar þessi leikur allavega. 3-4, KPJ koma hérna nokkuð sterkir aftur tilbaka. Gólrössir kemur og ná entryinu. Æsli, góður fyrir 1. Tekur Ederson niður, Rex hérna hins vegar með vappan. 2 eftir, sýnist þetta alltaf bara að vera hold væntanlega út úr þessu. Já, bara beint á CT-spánið, bara rétt ákvörðun. Líka KPJ að gera vel, þeir eru að mixin þetta upp og það er bara að virka. Þannig að, já, ok, KPJ eru mætt til að spila, það var kannski spurningin hvort að Sús líka sko þeirra map-pick, þannig að maður svona kannski má búast við því að þeir viti hvað þeir eru að gera þannig að þetta fyrsta mappi
fyrsta pikkið þeirra. Overpass gæti verið alveg sleggja á þá, sko. Það er alveg spurning, sko. En þeir eru ekki ennþá búin að vinna 2 ránd á milli, en KPI mjög sáttir að vera strax konum með 5 í terra hliðinni í sínu mappikki, þannig að þetta leiðir allt vel. Við sjáum hins að Rex á vappanum. Er hann vappin í þessu liðið? Það er spurning. Það er stóra spurning. Já. Ætli það ekki bara? Hvort það sé að kaupa? Jú, hann er með hann. Já. Bara... Hann alltaf var með hann í byrjun ráns, þannig að mér finnst það reyndar athyglisvert, þú ert með svona góðan ræfler. Já. Maður svona eiginlega þarf bara að coacha lélegasta ræfleri sem til að vera besti vappin. En sumir eru kannski bara hybrid, það getur líka verið bara, kannski eru þið bara með svona play þar sem að einn bara skipta. Vá, þeir eru bara búin að eyðileggja þetta kaupa 0-1. Já. Vappin er bara gone. Já. Ofvirku komið með hann. Og Nonni bara með línuna á lukkalagsina. Taka þetta hérna 3-6. Alveg spurningur, þau þurfum ekki bara að fara að sjá timeout hérna frá SUS og eitthvað endur skoða hvernig þeir vilja mæta þessu. Já, og kannski við sjáum Icy, hann kaupir alveg niður, ok, þetta, þeir eru að fara að kaupa í þessu, það var ekki til kannski besti pinningurinn, en jú. Ég væri mögulega til í að sjá líka bara SUS henda einum bara í hérna Secret, bara í byrjun rounds. Fá infóið með þessa navísmóka og vita betur hvað er að gerast þarna úti. Já, einmitt. Það sem að þeir eru ekki að ná að fá neitt í gegnum smókana og ef það er einhverjana hinum einn, þá er það Edison og... Nei, það er líka, þetta er svo vanmetinn staða. Hún er að vera með einn innsingar. Þeir er alltaf bara að feysa hérna. Blikk komin í góða stöðu. Smókurinn konverrar hann og aftur á móti ekki með infóið þær sé að labba fram hjá. Vita þeir að þetta er þeirra smókur þarna við hliðina? Vita þeir á honum? Já, þetta er þeirra sko, þetta er cross-smókurinn. Jú, ok. En 4 komnir hérna niður. Einn leit úti með vappan. En Blikki er bara geggjaður bósi fyrir þetta. Allir 4 komnir niður og þegar þeir myndu bara að fá bombuplantið. Já, það er einn maður mætti, það er lukkulags. Nær einu lægt, Vimus Breyjar yfir kommittar í þetta. Hann mögulega gerði nót til að bjarga þessu rándi fyrir SUS. Frábær kill hjá honum. Opnaði þetta alveg og allavega þeim liður mjög vel og eru confident í að fara að reyna á þetta. Já, Rodríguez hérna, þessi greina kannski að fara að gera góðan skaða hérna. Yes. Nei, tengir ekki á lukku. Þeir komið gluggan. Nær ekki í killinu. Það var þetta alltaf Nonna. Það veit hvað hann er og ég held að það getur bara... Og já, þeir eru að halda línni. Geggja pík hjá honum. Vá, hann er að spila það vel. Já, Molvin kemur út. Hittir held ég ekki á. Já, Nonni er bara með þetta. Þvílík spilum sem Nonna. Nær hins vegar ekki killinu, en Blikk mun degi út á blastinu anyway. Þetta var æðislega spilað á Nonna. Tekur rétta tímasetningu til að píka á lukkur. Tekur hann þegar hann er lár. Og nær líka diffusernum bara geggjað að ná að bjarga þessu rándi. Þetta var kaupránd hjá SUS líka, þannig að Nonni og Rodríguez vinna þarna 2-4 þrátt fyrir að lukkulags nær bara að koma þessi mjög góða uppstillingu fyrir þá. Já. En þeir ná ekki að sigla með það alla leið, þannig að SUS líta svona... City-liðin er alltaf ekki að líta vel út. Nei. Ekki það að þú veist, ég segi nú ekki endilega að líta illa út, en það er bara Nonni tók þetta bara og gerði þetta fullkomlega, þetta rán. Að vísu. Þannig að... Blikki er að sækjast í svörin, hann fer með þarna út og nær ofvirk með því að vera með pressuna það sem að vantaði. Edison finnum Rexirna upp á. Edison er að vera mjög stóri hérna fyrir KPI. Hann er búinn að vera svona spjótsoddurinn í að opna hérna fyrir liðið sitt. Heldur alltaf með slægin. Já, edding. Nei, hann var... Jú, hann var dýklar, það bara gerði ekki meira. Já, bara 6 damage. Aldrei er ég dingaði svona. Nei. Og... Líka... Veit að hann þarf að forða sig, smókurinn er að feita. Lítið líf líka. Ég vil ekki deyja út úr þessu. Þetta er round sem að KPI eiga að vinna.
Þegar eru búin að vera að spila, Lukkulegs reynir þetta aftur, hann er ekki að spreyja, Nonni og finnur síðan pressa á sama tíma, þannig að nú er þetta Blikk og Æsi og hvort þeirra er í góðri stöðu til að gera eitthvað. Blikk er með stöðu en alltaf lítilega hoppi. Já, eins vel og svo sleit þarna í fyrstu bæróndunum, þá einhvern veginn er þetta að byrja bara að hrynja algjörlega frá þeim. Hann er ennþá uppi. Ég sá það á vörunum hans, ég hugsaði það, ég sá það á sóló. Það stökkur hérna niður eftir að ég finna Æska. Öðrum, en núna vita er alveg að Blikk er fastur hérna og hann er ekki með... Hann veit ekki að óla þarna niðri. En fyrir bara í sefið. Það er bara... Þið sjáu að þetta er vappaspilari. Það er dingar þetta. Já. Óli vilji fara í þetta, hann alltaf heldur þessu. Þetta er... Streys þetta á vega. Óli er góður vinur, þannig ég má aðeins hjóli hann inn á milli. Ég fæ eitthvað message á Steam á eftir. Þetta er svona, ég var svona við Toxic þegar hann var að keppa í okkur í síðustu. Já. Þá lét ég hann alveg heyra það sko. Hann var einu svona með mér liði. Þegar vorum að keppa Ganni bara eitthvað í, það hefur örugglega verið í annari eða þriðju. Ég lét hann heyra það sko. Solo er glaður að hann sjáu það. Deyr en brosir, hann er sáttur að vera í 8-3. Bara hann veit hvað sem mikilvægir þessi leikir eru. Hann er gott að byrja vel. Þeirra Mappik og Einmitt eru búinir með erfið hlýðin og eiginlega bara búinir að gera nógu gott. Alveg 100%. 8-4 jafnvel er bara frábært herrhelmingur í mappi eins og Núk. Þannig að núna eitt í viðbót er bara algjör draumur sko. Er þetta ekki svolítið svona 5-7 terrarándi í Núk? Þú veist, að ná 5 rándum er bara gott sko. Þannig að ná 4 er svona doable, það er bara alveg hægt, en 5 ránd þá er alveg að sjá fram á líka bara góðan helling. Heyra en aftur út Sólvi, Blikk hins vegar með smókkillið. Mollin kemur út en þeir klíra hann bara held ég, Rodríguez fellur. Já, þetta hrýnur hérna í lokin, seinasta rándið, Sús gerir vel. Hafa eitthvað til að fara með og kannski svona líður aðeins betur með þetta, að geta farið í terra helmingin sem að ætti að vera erfiðari. Nei, akkurat. Við sjáum hérna skorbortið, Nonni góður hérna, Edison, 13-8 búin að vera geggjaður í þessa leik. En aftur á móti Rodríguez ekki ennþá að láta sjá sig, en vonandi rífur hann þetta upp í lokin og Solo líka á 4-9. Hann er ekki búinn að þurfa að gera mikið. Nei, í sjálfu sér ekki, þú veist. Hann hefur bara svolítið verið að fylgja og en rándinn hafa verið að falla KBJ í vil, þannig að það er bara fínt, sko. Hann er með dúllurnar, þannig að er hann ekki bara að fara upp á höttið eða er hann að halda rampinu? Þetta er líklegast höttið, sko. Það er svona, metan í dag er... Nei, hann fer rampinn. Hann ætlar að close right, en hann ætlar að feysa bara. Það er spurningamerki við að feysa, en gerir hins vegar vel á nær 2. Nei, einum, Solo náði einum. Solo back-in á hann. Double-dink, bara kollapsar. Þetta var geggjað dink hjá Lukkunni. Dúlurnar gefa á þær taka, ekki að tengja akkurat núna. En það er ekkert frábærir í þessu range, sko. Það er Nonni öðru svona 1v3 klötsi, það er spurningin, en þeir gera bara vel, fara bara upp, nýta, já, Blikk býður hins vegar eftir honum, tekur hann, Sús nær hérna fyrsta rándinu í terhelmingnum og mikilvægt ránd fyrir þá. Já, algjörlega. Það leit vel til að byrja með, en þriði maðurinn er að gera nógu gott úr þessu og brjóta þetta niður. Algjörlega. Alright, Sús konum með pistolið, bæði lið búin að vinna pistolið sín megin og þá hvort að Sús nái að konverta þetta, halda þessu. Það verður reyndar að segjast að þessi nýji Red Bull er geggjaður. Hann er geggjaður. Hann er mjög betri en blái. Þegar ég smakka... Mjög betri en blái Zero allavega. Blái Zero. Þegar ég smakkaði hann fyrst þá bara tók ég eftir að ég var að drekka nýjan, ég bara spáði ekki í því. Nei, hann er mjög góður. Mæla alltaf með fyrir áhörundur að smakka nýja, hann er mjög góður. Ég hef ekki séð hann einstaðar nema hér. Nei, reyndar ég, þetta er fiskið sem smakkan. Já. Ég fattaði ekki eftir á hvað ég var að þamba þetta. Rennur vel. Komnir vængir í stúdíóið. Já. Svífa. Herru, hann fær hérna 2 kollapp með þessa
Hann næði Grena, já, hann náði kolattinu sko og báðir hérna bara á engu í líf nær tengingu Óli, 2 skátar á rampinum þeir hlaupa bara í burtu, þeir alltaf ekki í þennan pakka. Nei, takk, bara Skemmtilegt hold þarna, double scout, geggja kollatt líka. Þetta líka svo sterkt vopn í Þeir bara í steifið, ég hati þetta ekki. Nei, alls ekki, miðað við byssuna sem þeir eru með sko. Já. En þeir eru í rauninni með þessu eru þeir ekki að gefa KBJ neitt meira og Þeir gallar á AK, ég held að þetta sé bara fínt. Þeir vita líka, þú veist, ef þeir gefa þeim þessar byssur þá bara það alltaf gott fyrir economyð hjá KBJ, þannig að þetta bara best að gera í stöðunni sko. Það væru við að horfa á ennþá 2 skáta og 3 rifla, en ég hef ekki séð þetta gerst samt. 2 skátar á rampinum í Forza. Nei, einmitt. Bara að koma á óvart þarna, en kannski búin að lesa þetta. Óvirkur, hann farin að leita grunar að sé verið að spara. Ég sé hann ekki fyrir mig fara alla leið, en þeir eru nú í reyndar að hrópast fyrir það. Þetta er Óli sko, hann gunnar þetta sko. Það ekkert pláss fyrir City-mennina, en Rodríguez er komið línu til að halda þeim hlaupandi. Chipulið hérna, næran, það verður leiðilegt hann. Já, ok, fyrir ekki alla leið. Spáði að vera skotin í puttan og það er nótur að drepa þig. Það verður bara kvitt í konsól, það er bara þannig. 9-5, KBJ. Þeir ná að taka upp 2 byssur af þeim solo. Já, ná í AK og Galil, þannig að þetta er bara fínasta fínt fyrir KBJ. Ég ætla bara að halda þessu, það er ekki... Nei, það er hérna 3 á gólfið allavega, en koma Navi-smókarnir út hérna. Rodríguez spottar eitthvað. Næstuð með tengingu þannig. Já. Önnur Grena kemur út, Rodríguez er ekki alveg að ná að tengja hins vegar. Sýnist þeir alltaf að vera í gegnum þetta. Spottaður og þetta eyðileggur mjög mikið fyrir þeim til að vísa að halda þessu ennþá. Rodríguez næstuð með 2, gerir góðan skaða hins vegar. 3-3 núna, Æsi komin í geðveika stöðu hér. Einn inn í vibbanum, hann verður eiginlega að klíra það sýnist mér sem hann ætlar að gera, tíminn og tímasetningin. Ó nei! Tímasetningin! Ekki Susi hæginn í dag. Einn á rampklósina, AK-in. Solo gerir vel hérna, lokar á þetta rán. Nú eru þeir búin að fá þess að... Og núna er staðan ekki góð fyrir Sus. Engin peningur og 10-5. Þetta er ekki það sem þú vilt sjá. Þetta er 11-5. Það er bara engin önnur staða að fara að gerast þetta. Rex hann hendir í digluna en það þarf eitthvað mikið að gerast. Þetta er eina byssan sem þeir eru með. Og líka ég held að bara KBJ eru á þeim stað núna þar sem þeir eru ekki að fara að gera þessi mistök sem maður myndi kannski venjulega gera. Þannig að þeir eru örugglega bara að spila þetta safe, gera þetta vel, ekki láta pikka sig. En Edison fljótur með fyrsta þarna. Spidersons tingling reynir að prífa þeirra hérna. Gegnum vegg. Með að góðum stað hérna. Rex! Grena, Mollin kemur líka niður hann. Gæti spretta bara í hann mögulega. Nei, heldur lífi. Reyna að fá eitthvað frýtt hérna og sést alveg að þeir eru desperate með það sem þeir hafa eftir þessi Rex. Nei, og Óli bara komin í góða pósi hana og Rex býst ekki við honum hann uppi. Líka bara ekkert rosalega algengt að sé svona leit í randinu bara svona opinn hana en þeir ná 2 og 1 mjög lágum. Ég meina, Pressi getur ennþá náð 1 bara til að gera eitthvað skaða en tímasetningin er svo góð því að Edison að klera þetta. Þannig að þetta er aldrei að vera að gerast. Nei. 11. rándið fyrir KBJ núna og þeim ætti að líða bara mjög vel núna að vera konið með þetta. Þeir eru þægilegir akkurat núna. Sus, hafa þær eitthvað meira til að bjóða okkur í terrahliðinni á Núk eða erum við bara að fara beint yfir í Overpass eftir næstu 2 lotur? Það er alveg spurning sko. Pressi líka eiga svolítið erfiðan leika akkurat núna. En ég meina, eins og ég segi, KBJ eru nokkuð þéttir í Núk og hafa verið. Þannig að skiljanlegt að það er pikka eitt mappu og standið sér sem bara vil í því.
Sýnist vera eitthvað pása hérna, eða ekki? Eitthvað svo leis. Sús hafi tekið sína fyrstu taktikal. Taktikal, teknikal, praktikal. Pissupásu. Pissupásu. Þetta lendi mér mjög skrýtni atviki í IA-leiknum. Það sem ég lendi í teknikal, eitt skjári minn datt út. Já. Og komið tilbaka og það bara, það fór einn og fór að fá sér að borða. ég var í burti í svona mínúti og hann var bara Dominos eða eitthvað. Hann fór að borða bara. Staðan var líka, sko, ég heldur hann hafi verið svona, við vorum með 11 ránd, það var svona 4 mínútur eftir að leiknum eða eitthvað. Og hann líka, ég bara get ekki beðið, ég verði að fá mér 1 burger núna. Já, sorry. Mikilvæg hlutir. Vel nærður fyrir lokarándin. Rex. Tekur alveg mikinn skaða bara við þetta eina píka. Já, kommittar í þetta, en KBJ ekki gefa þeim neitt frítt eins og þú segir. Nei, þeir eru bara að gera þetta vel. Vá, þetta var flott flass. Já, Óli skottsupport flass, gekk í grena hérna en þeir bakka frá henni. Rodríguez, ekki að ná að tingja þarna. Þeir eru bara búin að eyðileggja allt sem að Sús voru að stilla upp ef það var eitthvað. Já. Þetta er bara já. Flott og slikkin á liðina á Nonna. Nonni er mjög mikið að fara í þessa pósu, þurfum við að sjá. Það finnst gaman að vera í þessu hotni. 12-5 og ég held við getum bara nokkuð veginn gefa okkur það að þetta er ekki að fara eitthvað mikið lengra, sko. Ekki miðað við það sem við erum að sjá. KBJ líta vel út í þessum núkleik. Líka bara geggja supportflassana frá Óla. Já, algjörlega. Sérst að þeir komplementa hvort annað mjög vel. Já, og ég er búinn að vera að sjá mjög mikið og hef kannski ekki endilega verið að benda á en Óli er búinn að vera að sjá hann nota þessu supportflass mjög mikið í síðustu leikjum. Og þeir að lenda alveg geggja vel. Er þetta eitthvað sem við þekktum fyrir? Nei, eða þú veist, nei, svo sem ekki. Mér finnst þetta að vera svona ný hlið á honum sem ég ekki sé áður. Sterkur riffiltur fram að sig sem getur opnað helling og sér bara valjúið í því. Edison gjörsamlega elskar að fá blinda andstæðinga móti sér. Og líka bara fun heitur í dag, sko. Hann er bara 17-10, er búinn að vera geggjaður í að opna eiginlega öll rándin. Ég veit ekki hversu mörg first blood hann er með, en þeir eru mörg. Rodríguez aftur ekki hann upp, tekið inn. Á flegi ferð, skiptum pósur. Já, neglar á rampin. Solo, veit hann er lár. Geggjaður, tekur 2, heldur rampinum vel. Og þá er þetta bara allt á okkar stjörnuleikmanni Blikk. Nær hann að kaupa annað ránd fyrir Sús eða erum við að fara í overpass? Spottaðir og vita hvað þeir eiga að sækja í hann núna og fyrir að leika sem er matinn en hinir mennirnir eru farnir bara í allar áttir til að spila þetta solo fyrir átt að rampinum. Nonni sér að halda T-spáni og virkur sér að vera óþolandi og bara klára þetta líka til að enda þetta. Það er 13-5 fyrir KBJ í sínu mappikki og bara mjög sannfærandi fyrir það. Sús voru ekki á staðnum til að taka á móti þeim þarna en þeir gætu gert eitthvað í overpass en við þurfum bara að fara þangað til að geta séð Þetta lá líka, þú veist, mjög mikið í höndanum á Edison að því hann var að sitja svo mörg ránd bara strax í 4-5 og í mappi svo núk þá bara ítur öllum rotations í gang og allt hannig og líka, þú veist, með allt infoið, þessi flush sem hann er að fá þarna úti og drepa einn, hann veit hversu margir eru þarna, hinir geta þá spilað accordingly út frá því og var bara frábær í núk fyrir KBJ og gerði mjög mikið til að tryggja þeim sigurinn. Byrjaði líka bara milljón náði pistolinu þarna 4 og hann byrjaði að opna þetta, stekkur þarna bakvið í hellið, sækir 2 úr hefinu og loka sinna rondið. Algjörlega, bara geggja performance frá Edison var bara mjög flottur. Já. Annars, svo sem ekkert mikið annað að maður segja um að leik, nokkuð samfærandi 13-5 sigur fyrir KBJ. Það er allavega ekkert annað fyrir okkur hérna en að taka stutta pásu til að fara með þetta yfir í overpass hvort að Sús geti gert eitthvað til að mæta KBJ eða eru við að fara að sjá léttan 2-0 fyrir KBJ. Ekki fara of langt.
Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifað betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með tveimur alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Flott maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Pískurum leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Við erum komin aftur og við vorum að koma úr sjóðheitum núgleik myndu flestir segja ekki. Því að þetta var bara enga veginn. Ég var ekki svona fyrir eitt liði kannski. Ég var þetta frekar heitt sko, en þetta er smá kólnir þarna hinum minn. Ég þurfti alveg að stoppa með þarna í miðinu bara eitthvað, þetta var einmitt anstand. Þetta byrjaði kannski svolítið. Já, hann byrjaði vel, þarna smá back and forth þarna í byrjun og síðan endar KBO basically bara að taka sprettinn og keyra hann að leggja í burtu. En núna reyndar næst fara í Overpass. Overpass klálega gott mapp fyrir SUS. KBO hefur þannig séð ekkert sýnt ykkur glóríur í Overpass. Nei, það sem að var líka að eyðileggja fyrir SUS var kannski frekar þegar executum komu frá KBO þá var þetta kom svo hratt og þá var bara rándið búið. Og þetta eitthvað sem að Overpass býður upp á. Þetta er svo svæðaskipt. Þú þarft að bakka aftar og SUS í rauninni fá miklu fleiri en eitt sjens til þess að stöðva executin nema við sem að tala B. Það er yfirleitt bara svona stittra. Og líka bara einfaldara rotation í Overpass. Þetta er bara ein lína, skilur, þetta er svo simpul og auðvitað bankri í því og þetta er ekki næstu jafn tactical rotation wise og Nuker. Þannig að fyrir quote on quote minni reynslu leikmenn er þetta geggja mapp. Af því SUS er með þetta firepower, skilur við. Þannig að þetta henta þeim ágætlega. Mapp eins og Nuker yfirleitt mapp sem hentar einhverjum boomerum sem hafa spilað í 15 ár. Þetta er bara kunna rotationin, vita hvernig mappi spilast og hafa gert þetta trilljón sinnum. Þannig að ég held að SUS komi klálega miklu sterkari til leiks í mappinu. Allavega þeirra vegna þá verða þeir að mæta núna inn á server og við erum allavega tilbúnir að fara inn á server og sjá hvernig þeir spila. Mér finnst líka Overpass vera með skemmtilegum möppum til að observa sem áhorfandi. Algjörlega. Þetta er bara æðislegt mapp, þetta er uppáhaldsmappið mitt, þannig að ég er bara alveg til í þetta. Til í það líka. Overpass, það er bara, eins og segjum, bergmála það skemmtilegasta mappið til að observa og ný útfærsla af því, en það er ekkert svo gömul, en við sáum hana snemma í CS2, fór síðan snemma út þar aftur. Þetta er sem fljótur að fara í infóði hérna, en þegar hann heyrir í þeim líklega, sveita að þeim, en Rex. Er þetta strategy? Það er spurning ef að fólk er greedy eins og Edison núna. Reyndar, þarf að vera skuldið framalega. Já. En keyra hérna á 5-una og það er enginn til að taka mótið þeim. Rodríguez gerir hins vegar vel, setur þetta 4-4, en A-sætið fallið og ég held þeir eru bara búast við einhverjum hérna en það er bara enginn. Overkur er alltaf búin að sækja info hérna á móti og það gerist snemma en að við þessu er þetta pistolround. Þetta verður erfitt retake út af glokkarnir eru bara svo góðir í þessu þröngu færum sko. Þannig að núna þurfa KBO að hitta mjög vel. En koma tveir hérna, gerir vel stekkur hérna yfir, býtir beitana pressi hins vegar, nær einum á bakkar, nær hann öðrum, Solo hins vegar tekur hann og Ofvirkur kominn í bakið en ég heldur vita á honum. Rex held ég hefur heyrt í honum, heyrir í honum núna. Þetta spila long range hérna. Þetta er orðið erfitt fyrir Rex núna. Já, akkurat, Solo átti risastórt ránd hérna og nær 3. Líka bara æðislegt pík hérna. Tekur jumpið yfir, hann er glokka næri ekki að targeta á hausinn og swingi kemur bara beint í kjölfarið. Við erum að sjá rosalega marga gera þetta fyrst með í CS2 og ég held að þetta sé... Þetta er alveg stratt sko, þú sérðu oft hérna, sást oft í möppum eins og train til dæmis, þú ert að hlaupa hérna á ævið, þá myndi einn hlaupa aftur og bakk og horfa niður. Þannig að hann getur ekki að hætta þetta, hann er með armor, Usbjörn þarf að hitta svona 8 sinni til að drepa þig, en þá er bara þetta cavalry komið til að treyta þig. Hann svingur á línuna, byrjar að skjóta þig bakið, eimið ekki orðið accurate lengur, búin að missa smá hann að stjórna byssunni, ákomið glokkatir og taka það út. Þannig að þetta er alveg þeng og búið að vera í smá tíma. Reynda að sé það meira einmitt að sem að menn eru einmitt að snúa höfðinu niður og sko þetta er óþolandi og horfir á þetta en þetta er líka allt þetta virkar. Já, þetta er bara hræðilegt þegar þú ert usmispilari, þú ert að leita höfðu til að skjóta. Þetta er bara headshot machine ball og það er pirrandi þú finnir bara bak. Headshot, gerist hérna pressi nær Dinky og svo klára Solo. Já, og virkur hins vegar góður inn að tekur 2. 3-3, lukkulags hérna á 11 í líf og rotatið bara komið inn. Hins vegar er einn á shortinu og hann þarf að vera mjög stór í þessu rándi. Nei, hann er bara tekinn og núna er þetta bara allt á Rex og lukkulags. Rex hins vegar nægir ekki að klára neitt hérna. Spila crossfire hérna á Ofvirkur og Nonni. Hann ætlar ekki að gefa sig frítt. Nonni. Nei, gerir vel. Smóka líka af hérna, það geta ræsuleit að fæti inn en Ofvirkur bara, the smoke criminal, komin hérna.
Við höfum séð hann gera þetta oftar en einu sinni. Smókar eru ekki neitt fyrir honum. Hann ekki ennþá að gefa sig. Nei, Nonni. Þoli maður í honum. Þetta Rodríguez er hérna. Nonni spilar þetta fullkomlega. Algjörlega, veit að hann þarf ekki að píka og með þetta backupi komið sér beint á liðina. En 2-0 fyrir KPI og þetta var forspæið ekki hjá SUS, þannig að kemur hérna inn líklega bara eitt gott tech-round. KPI allavega komnir í overpass líka, halda bara sínu þrýstingi bara frá því í núk, breyta engu, alveg tilbúinu overpass greinilega. Forðan að sjá hvernig Ídon hafa verið hjá SUS til að byrja með. Hvort þeir hafi mikið verið að pikka overpass eða leyfa því í þriðja? Já, það er alveg spurning sko. Það er ekki margir sem að pikka þetta allavega. Nei, Rexina fikra sig eins og það upp. Hérna er hann með eitthvað færi. Upp. Headshotar hann í gegn. Það er að tikka þarna í blikka aðeins. Sýnist Óli vera komin í Matrixi pínu. Það er svona sína góðan leikskilning hérna. Já. Og annar Rodríguez lætur lörkurinn bara hafa og þarna einmitt sjáum við hreyfinguna á KPI og þeir vita að þetta var maður sem var bara að sitja sem öryggi eða svona plan B bókstaflega. Þannig að núna eru þeir búin að halla sig meira í áttina að róta þetta þriðja manni yfir. Og verður eitthvað tilbúið með flass þetta fyrir Edison. Geggja flass og Edison fær matinn. Þetta er supportflag sem Jóla er að lenda vel í þessum leikjum. Tók hann í gegnum vegginn líka. Gott skot hjá Blik. Óli er kominn hérna og reyna að fýta ígóið sitt. 6-0 og ég get sagt eitthvað með Óla þegar hann kemur í þessa stöðu það verður mjög erfitt að setja bremsur á hann. Já, maður hefur séð þetta áður einmitt og bara það sést líka á hann, hann er bara fókusar segi, þá var hann eitthvað eftir augunum Já, hann er svona Sippin Sippin kallinn Sippin Þetta er alltaf Óli minn, við verðum að leggja eftir þennan leik. Nýti tæmandi þetta. Tekur svona 15 millisekundar power nap. Hann er líka með eitt skemmtilega svona stærsta persónuleika í deildinni. Óli, algjörlega. Einstaklega skemmtilegur og góður strákur. En SUS tók hérna eitt gott taktikal og spurning hvaða lausnir þeir hafa fyrir okkur í þessu randi hérna. Súper Molli, hittir ekki, lendir ekki. En Edison er bara svona, já, bakkar hérna reyndar. Þeir eru bara tveir í ágætis crossfire. Spottar einn, Óli tekur hans dag, er hins vegar tekinn bara og Edison er einum og tekinn líka, tveir fallnir á A-inu og núna er bara verið að hlaupa til að ná því. Smókur komur út. Hann lendir bara beint á tunnunum og nær þar að leiðandi bara að isolata sætið en Rodríguez fyrir bara gegn. Og svolítið djarfur hann. Já, það var ekki endilega held ég að búa sem mollanu beint fyrir framann og flassinu líka. Þannig að þetta var alveg vonlaust að koma þarna út. Ólo gerir það sama og hann alltaf sækir einn dingar yfir á næsta, þannig að þetta er á Nonna núna. Einnig komir í baki líka. Nonni virkar eins og maður sem bara elskar að vera í þessari stöðu. Já, hann er yfirvegaður og mjög dauður líklega. Nei, hann sá ekki byssun. No. Nei, ok. Hann ætlaði að gera það, en... Hann reynir. Já, en eins og að ræsa í góru stuðu, þannig að tekur hann út. Sást í barrelið þarna, en þú veist að þetta er þegar maður er tunnel visionað þarna á crosshairinn. Algjörlega. Auðveldara fyrir okkur þegar við erum X-ray eða hugsa þetta fyrirfram. Nei, akkurat. En ágætis ránd frá SUS hérna. Staðan 3-1. Fínasti peningur. Mikilvægt ránd fyrir SUS líka upp á að ná að brjóta bankan hérna hjá KPO að þurfa þetta ránd. Momentum er líka bara að stöðva þetta strax. KPO farin að líta of öryggi með sig þarna og þú vilt það ekki. Nei.
Áverkur heldur áfram pressunni hérna, framalega. Góð grína. Reykjum ágættu skadana. Rodríguez finnur opnum á G-inu. Gekkja skotja hóla, nær einum, treytaður hins vegar á lukkulags. Blikk tekur Edison og núna aftur sama stað á áðan af fallið, en það er einn hérna í tenginu sem að þeir búast kannski ekki endilega við svona snemma. Þeir eru svolítið lágur hjá Sús. Já, Nonni fer bara í hringinn sýnist mér. Já. Þetta er að fara að vera vont ef þeir taka þessa ákvörðun, ekki nema að þeir sjáu við þessari pósu frá Nonni. Nei, snúa við. Sleppa með skrekkinn. Láta kannski heyra í sem það gæti komið fyrir að Nonni þurfa að kalla að það getur ykkur komið alla leið í baki, en mér sýnist þeir ekki búast við því að halda í þetta verði A. Kemur hérna smókur, djúpur, þeir fara síðan á longi á sama tíma þeir að sækja info í klósettinu. Þetta gæti ekki enda á því að vera bara rétt hjá Sús núna. Kallið gæti komið ef að þeir fara ekki allalega á long og sjá þetta. Þeir mig ekki spottan hérna. Nei, þetta er bara, þeir eru að fara að kaupa þetta sem B alla leið. Rodríguez hins vegar, ég held að ef hann spottar hann þarna þá er þetta fallið. Þetta er búið. Gott skot hjá Blikk hins vegar. En aftur á móti tveir komnir í fjarkan og þá er kannski lítið fyrir Blikk að gera hérna með þetta líf. Tveir halda línun líka. Hann á eftir að eiga mjög erfitt með að krossa hérna. Heiðarleg tilraun. Hefði náð að krossa allavega miðað við það sem maður var að sjá, en veit náttúrulega ekki að þeir eru báðir að halda þessari línu. Það var heimur þar sem þeir hefði getið verið að fara alla leið til hliðina, en þá var Nonni á þannig stað að hann gat bæði heyrta. Það var svona heimur þar sem þeir hefði farið silent alla leið. Tíminn var búinn að vera svo lengi. Það var nefnilega ekkert ólíklegt að þeir kíktu þarna á fimmuna að vera bara, þetta er bara B og fara þangað, en Rodríguez gerir bara mjög vel og klírar þetta bara, hard klírar fimmuna og tekur það í baki 2. Þurfti að gera gulltryggi það og það var bara þeim í hag. Þeir eru ekki að skilja eftir neina sprungur auðar. Nei, bara frábært ránd hjá KBO. Það sem er búið að vera að gerast fyrir Sús sem er kannski eðilega svolítið fyrir með, þeir eru alltaf að missa B-mannin og eru núna búin að breyta honum út eftir sem finnur Grinu hérna á pressa, en þetta lítur bara svo þetta farið fljótt í burtu frá Sús, þannig að já, KBO þeir eru bara alltaf að fara að taka þetta ránd. Híklur ennþá, en þeir eru bara ekki náð að tengja. Já, þetta er gæði hérna frá KBO og þeir eru að hitta líka, búin að hitna eins í eiminu þeirra og þeir eru bara klálega komnir hérna til að vinna þessa seríu. Pressi á Vappanum. Vappaspilurinn fyrir Sús, vissum það. Það fór aldrei að milli mála. Það aldrei að milli mála. Já, að gera því. En hvort þeir ná að breyta einhverju með þessu, fara allavega fleiri núna í áttina B, með einn auka mann, það er sannlega Vappin líka eða ekki? Nei, ég meina ef Reksköðu Vappa aftur, þá var hann bara Vappin. We don't make the rules, það er bara þannig. Það er rétt. En núna sjáum við fyrsta short-takið hérna frá Sús. Taka shortið alveg. Spottar mögulegan. Nonni gæða. Sá Nonni þetta kannski sjálfur eða? Droppa mála hérna fyrir. Solo. Blikk hins vegar en doppelsvinganar. Hvaðan kom? Já, kom úr tenginu. Já, rétt. Kom úr tenginu. Ég held að það hefði verið wallbang. Þeir eru syngaðir vel í hana KBO. Þessir fights eru teknir bara með pure trade í huga og það er bara að virka. Þeir gefa þeim bara ekki tíma á að fara í executin. Já, þeir fá sætið en þeir eru alltaf færri á móti fleirum og það er bara recipe fyrir. Óli nær einum, treytaður, Nonni hins vegar. Já, þetta er alveg mjög erfið stað að dressa með Vappa smókarnir uppi. Það er ekki að tengja Rodríguez mættur til leiks hérna líka. 10-3 leiðir lið KBO núna. Við erum búin að vera að kalla eftir honum og hann er mættur. Já. Vægast sagt, 10 kills á honum, efstur og server, ofvirkur á eftir, tekur Vappan, hendur á hann. Blessaður, ég er með 10 kill, gjör svo vel. Ég held að Rodríguez var mögulega Vappa-spilarnarinn í smá. Allir rauðir í framan heima bara. Brjálæðir.
En fara hérna 4 í B-inu núna frá KBJ. Þeir halda áfram að pressa á A, þeir taka alltaf fountainni, nú engin pressa... Pressa? Það reyna þetta? Nei, ég ekki svo. Þetta kemur bara náttúrulega fyrir mig. Ég lifi í svona. Já. Óli, nær einum. Menn hörðu toppbarata hérna frá milli Rodríguez og Óla. Óli hins vegar komin yfir núna. Fyrir í rífraki, Blikk hins vegar aðeins negri. Þeir eru bara ennþá með þessum píkisesting. Þetta sen hins vegar, já, tímasetningin Blikk lítur akkurat á undan. Eiginlega bara að vera óþolandi við þessu, gefa þetta engan sjens. Já, það eiginlega bara svolítið málið, en hins vegar mögulega lukkulags, já, 2-1, heyrir í einum, labba fyrir aftan sig, samlokaðir og KBJ setur þetta í 7-1. Þetta er ekki kannski endilega byrjunin sem við vorum að búast við. Nei. Mappixus og þeir eru með engin svör í þetta. KBJ líka, þú veist, geta verið óþolandi með þetta. Þeir eru, þú veist, mæta, face, taka territory, þú þarft að vinna fyrir þessu neutral svæðum og eins og staðan er núna er bara KBJ að gera þetta betur. Svo missa er alltaf B-mennina og í kjölfari kemur bara infoið, það er ekki B, geti ekki verið B. Nei. Og þannig að þeir eru alltaf einu skrefu undan. Það er fyrir utan það að KBJ eru bara að hitta betur. Já. Blikk, hann virðist alveg vera að gefa þeim slag á móti, en það er bara ekki nóg. Ég meina, Blikk er ekki einn annað í liðinu, það er bara málið. Rex einhvern veginn með 1-8 líka sem er ekki líkt honum hins vegar. Búinn að vera mjög öflugur fyrir liðsús. Hvað er svarið núna hjá SÚS? Allavega við sjáum það ekki kannski núna í þessu randi, en það er eitthvað kom annað tactical randan út fyrir þá, þannig að... Ég vona að þeir geri eitthvað hratt og svona reyna að koma KBJ óvart, en það gæti bara orðið þeirra einjarðaförð. Þeir eru með 3 diglur, þannig að það er kannski bara síðasta sem þeir eru að spá í að gera núna. Smá timeout. Já. Held að það sé bara að rétta í stöðuna akkurat núna, reyna einhvern veginn að finna ykkur svör við hvað er í gangi hérna. Hvernig bíll heldur þetta sé hérna undir tjaldinu á Tesla? Er þetta ekki bara Ford Mustang Mach-E? Lár. Nei, hvar eru við? Hvað land er þetta? Úkraínu? Nei, þetta er Þýskaland. Er þetta Þýskaland? Já, hefur ekki heyrt hérna tónlistina fyrir utan það? Já, það er rétt þegar þú segir þetta. Það er náttúrulega þýsk tónlist. Ég held að þetta er Þýskaland, ég veit ekki hvað. Ég held að ég hefði séð það ykkur staðar, ég gæti vera að fara með vant á. Er ég að fara að fletta þessu upp? Ég held að, sko, Bíddu, já, ok, ég seldur. Sjálflega við ekki það, ég er ekkert að lesa text þannig að ég er að spila þetta matta. En komnir hérna, einn og svörtið, með ágætis kontról núna. Einn framalega í fjarkanum en virðist alltaf bakka þarna aftar. Óli hins vegar með pikki á Blikk. Edison með Rex. Þeir eru bara allir að sækja pikk og... Já, þetta er... Nei, akkurat. Þetta er svolítið svona bara allir að reyna að fara í eitthvað pikk og vona eitthvað gerist en það er bara ekkert að gerast eins og er. Edison er einn á aðeinu, það er eina sem að geta vonast eftir að ná að brjóta hérna, en leið og hann fær kontakt þá er ofurkur komin. Já. Þannig að þeir eru mjög snöggir rótið, en svo snýra strax við bara. En þeir eru tilbúinir hérna með línu á Edison ef hann skildi hoppa aftur, hann ætlar að gera betur, læti það ekki koma fyrir, fer bara út á longið, sæki það info meðan ofurkur komir vappan hérna á klósitið. Svolítið aggressífur framalega í fjarkan, gæti endað illa, en hann kýs að vera á betri stað núna. Komið infóið á báða. Þannig að þetta ætti að fara að hreyfast núna, eða á 2 ásakið. Þriði maðurinn á B með bombu. Gæta! Nei, þeir eru bara ennþá slagir á B-inu. Já, þetta er... Sér þetta, bara solo finnur tekur hann í bakið, Óli tekin á æsa hins vegar. Geta bara Þetta er sem bara komin í bakið og þetta er eiginlega orðið ómögulegt akkurat núna fyrir æsa fastur hérna í bankanum. Eftir tíma. Og þetta er ömulegt. Þeir ætla ekki að gera þetta viljandi eftir tíma, sko. Þeir eru að fara illa með SÚS núna. Já, þetta er... Þetta er svona bara komin í bakið og þetta er eiginlega orðið ómögulegt akkurat núna fyrir æsa fastur hérna í bankanum. Þetta er sem bara komin í bakið og þetta er eiginlega orðið ómögulegt akkurat núna fyrir æsa fastur hérna í bankanum. Já, þetta er... Þeir eru að fara illa með SÚS núna.
ekki það sem þeir þurfa akkurat núna. Æsi líklegast bara á einhverju tekku eða eitthvað. Getur mann farið bara í Galil og Armor. Pressa bara beint í vappan bara, sorry Æsi, þú mistir hann. Þú fær ekki byssu í þessu randi, það bara hannig. Þetta er svona KP-liði sem maður að búast við að sjá hérna frá seinustu deild, sko. Þeir eru, þú veist, en þeir sína sér svolítið sent í deildinni, en þeir eru virkilega öflugir í hana gegn Sús. Það gæti farið aftur í það eins og við nefndum hérna fyrir fyrsta kort að þetta í rauninni auðveldasta sem þeir eru á móti. Bliknar ómverk hérna, bústaðir upp, dingaðir í tilfarið, en samt sem áður, Killir komi gæti endað í að skipta þetta við pressa sem þeir gera. Hann tekur vappan, Lára lífi, fær frekar 1 skot. Þannig að þetta leiðir í að þeir geti kannski náð einu rándi hérna, en hvernig náðu þeir að spila með þessa opnun? Bomban á aðinu, hún spottuð, Edison, einnina framlega á klósitunum, nær einum og þarna byrjar þetta bara að fjúka frá þeim. Vaffinn komin í línu hérna og gera vel úr þessu, jafna þetta aftur niður, enda með forskotið. Rodríguez. Allt í einu komi mögulegt tækifæri fyrir Sús til að koma hérna inn í leikinn. Solo hins vegar fljótur að slökkva aðeins hérna, en vita núna allir af honum. Hann í gegnum smókinn. Hann situr í smókinum, hlustar, fer í gegnum áskjóftið, skotir í bakið, pressið kominn og það bara allt á Nonna. Já, núna erum við að fara að sjá allavega annað ránd líklega slenda hérna fyrir KPU og nema Nonni hafi eitthvað það að segja. Nonni getur þetta. Nei, leikt með línuna. 8-2. Ég sá fyrir mig bara Nonna confident og bara búin að bara svona sigla þessu. Þetta hefði brotið á, sko. En það var... Fyndi hvað Nonni líka hér rólegan leik. Hann með svo aggressíft lið í kringu sig, Edison og Óla og eitthvað. Og þeir eru bara ná pikkunum og hann einhvern veginn bara böngera og þarf ekki að gera neitt. Nei. Hann bara svolítið svona coasting, bara nokkuð comfortably, sko. Eiginlega, og bara, þarf í rauninni ekkert að... Hann með positive KD með 32. Já, það reyndar rétt, já. Það eru 10 rándliðin en hann með 32. Það ekki einu svona hægt að skjóta á hann fyrir þetta. Nei, hann þarf lítið að gera, Kalli. Hann bara búinn að sjá 3, það bara hannig. Já. Þeir eru í repeakið. Þeir hins vegar ekki að tengja núna mögulega bara koma sér í slæmastöðu, nærna að halda sér á lífi. Já, fyrir í annað pík hérna, nær einum. Dingar. Æsa líka. Gera það? Vá. Ég heyrði alltaf hljóðið, en damage virtist ekkert alveg vera Rex í mögulega góðri stöðu hérna. Góður fyrir Misslerinn af Rodríguez, já, gerir það. Nei. No. Þetta er að versta sem við líka áhugavert að hætta bara að skjóta eftir 2 kúlur. Hann strax að hugsa að vinna rándið og þarna ertu bara ekki í stöðu til að reyna það. Wurst-Hölle, þetta er stíst og þetta gerist. Já, þetta var óheppilegt fyrir Rex þarna, enda ekki búin að eiga heldur geggjaðan leik hérna í Overpass, 2-11 núna. Þetta líka einhvern veginn hefur svona cascading effekt. Það spila, þú veist, ekki að fá killinn og síðan þegar þú fær killinn, gefins. Hann lærið þeim ekki heldur. Þetta er svona, verður alltaf meira og meira vonlaust að... Hvernig kemur þeir úr þessu? Já, þeir eiga að setja hliðina eftir. Jú, þetta er mjög erfitt terra map en þeir eiga að gera betur en 2 rounds. Alveg klálega. Þetta er ekki svona city-sided map. Edison hins vegar líka bara að loka hérna á mikið á þeim. Góð greina og Mollin klárar hann. Support og verður mættir í hús. Góð flasja Nonna til að koma sér út. Þið séu bara búast við mikið meiri virðingu hérna. Nonni, hann tekinn af þessu. Crab-walkaðir. Óli hins vegar komin í eitthvað góða smóklína þarna. Edison mættur á besta tíma. Tekur pressa niður og bombuna. Og sannlega bara rándið. Já, lokaði þessu líklegast með þessu killi. Hann var búinn að stilla sér upp í það og opna B-sætið að meðan að hann myndi koma sér í rotatið en það er bara ekkert í boði. Bomban spottuð, bomban er í haldi núna. Blik að taka langt flank og þetta er nánast bara búið áður en þetta byrjaði. 10-2 endastaðan og hvað Sús getur boðið upp á í City-hliðinni. Við erum að sjá það eftir smá en ég held að KPJ séu bara að fara að vera mjög öryggi með sig. Sko, Sús þurfa þá að stoppa á strax. Það þarf að gerast eitthvað alvarlegt hérna í millihliðinni.
Já, þetta er allavega mikil brekka fyrir SUS hérna til að ná 10-2 og kemur hérna setja helmingurinn og þetta er vissulega ekki niðurstaðan sem SUS var að búast við þegar þeir völdu þetta map. Nei, einmitt. Og peningar, banki. En þá þýst. Þú náttúrulega kannt ekki að lesa þannig að þú veist hvort sé A eða B. Ég spila með lokuð augun, kallar minn. Ég keyri þetta á tilfinningu. Ég sjá það í næsta kami, sko. Ég held að vera með hana TikTok-filterinn sem að lætur að líta út þessi sem er lokuð augun. Við erum að sjá þetta mikið. Þetta stakk hérna í horninu. Já, hérna 3 fyrir 3 á hérna. Rótið er að koma hratt inn. Geta enda gert þetta. Já, ég skot hérna Solo núna 1-2, tekur bombuna. Strax tilbaka, eða feikar það. Feikar rótiti sem er bara rétt í stöðinu. Kannski gott bara að bíða og láta ekki vita sér, en hann er bara til í hennar slag. Nennir ekki einhverju vesen að vera að hlaupa hringinn. Aðeins að leika sér. Það verður að hafa gaman að þessu. Þeir eru að spila þetta allavega saman þarna í pislunni. Vita að þetta er ekkert örugt ránd fyrir þá, þannig að þeir eru frekar að ekki gefa 1v1 við að vera að halda línu, frekar að dræpíka upp og þurru vona að sé opinn sem að virkaði fyrir þá. Já. En það var dýrt, þetta var riski stratjaðum, en endaði á réttu stað. Já, já, algjörlega. Rótiti var mjög hratt að koma inn, þannig að það bjargar algjörlega þessu fyrir SUS. Blikk komin hérna close með einum tekin hins vegar og núna lukkulegs þarf þetta kill, þarf hann öðru, já, gerir það 3-2 Solo tekin líka Rex og þá er Óli ofurkur einn eftir og tekur skada og flass hérna í grímuna. Þeir eru, þetta sýnir ekki alla myndina, það er kannski frekar, ég hef ekki einu sinni þetta ránd, ég menna Pressi og Æsi ennþá á Famas og Blikk með MP9. Jú, þeir eru að fara á móti pislu núna, þeir eru að taka þetta ránd léttilega, en móti kaup er ekki ennþá komið, en þetta er samt 5. ránd sem að liggur fyrir SUS núna, en ef þeir tapa þessu þá allt inn er þetta að fara að líta illa út. Þeir hafa bara ekki mikið að bjóða fyrir KPJ, þannig að þeir þurfa svolítið bara að halda áfram þessu momentumi sem þeir eru búin að byggja núna á síðustu 2 rándum. Nei, akkurat. Það er með það alltaf leið. Ef þeir vilja fara í 3. Ekki hérna, Æsin er 1, það er 2 og það hefur komið vörnin, Æsin er 3 og núna er ofvirkur 1 eftir, keyrir hérna í lukkulags. Og hann bara gefur ekki bardagan, lætur ofvirk þurfa að sækja í sig meðan Rótiti getur komið. Það er líka bara frábært ránd fyrir SUS að tapa yngum byssum þarna og ná að halda ágætis banka, hins vegar að fara hérna, já, akkurat Pressi kaupir bara upp í vafan. Sem er bara mikilvægt í þessari stöðu. Þú ert að keyra 2 Famas og einhverja SMG þá á móti akkurat 5 AK þá bara betra að kaupa upp í vappan til að eiga bara meira erindi í rándið. Einmitt. Þeir hafa ekki bufferinn fyrir að missa ránd nefnilega, þannig að þetta er alveg now or never svolítið fyrir SUS að reyna. Fengur líka bara aldrei séns á að nota vappan Terramenn, hafa búin að kaupa 2-3 eða eitthvað svoleiðis, en það var alltaf koma hann á óvart, þannig að það geti líka bara verið recipe fyrir þá til að fara með þetta lengra. Þetta Pressi getur gert eitthvað gott, hann allavega er í mjög góðu vappamatti. Gott boost hérna. Tekur góðan skada af Solo og nærins verður ekki að klára, en fá allavega info, það er einhverjur á shortinu, rotateið að fara niður á bíð og
og spurning hvernig KPI ætlar að tekla þetta ránd. Óli hérna fyrir og næri bombuna og T-spawn sýnst það alltaf enda A fyrir KPI. Óli fína betur vel, Solo heppinn að lifa þetta. En þá kemur executið. Hákallin komin út, tekinn að væsa. Æsi að hitta hérna. Kýsa að spila frekar tíma hérna, ekki gefa neitt frítt einmitt og kemur sér bara fyrir á longina sem hann öruggur, ofurkur og Nonni 1-2 eftir hérna. Hann spreyjað niður, Volbengar þarna í lokin af og virk. Nonni finnur aðra á opnun og þeir aftur búin að gera smá skada, meiri heldur en það. Vita ánum núna. Jógrina. Já, pressa 6-10 og uppfært. Já, og líka Súsa líta vel út í henni í City allavega til að byrja með. Núna konar líka með mjög heilbrigt kaup, 2 AK ofan á það og já, það spar hjá KPI og núna snýst þetta bara að halda þessu við en þá erum við að tala 4 ránda forskot hjá KPI þannig að þeir þurfa ekki að hrista sér ómikið við þetta núna. Þeir vita að þetta búið að vera 1 ránd sem þeir höfðu advantage á í rauninni fyrir utan pistorándið. Þannig að þeir vita að þetta getur breyst en þeir geta líka gert með mikil skaði. Þeir sýndi það þarna í loki næstu, bara búin að brjóta á eitthvað. Nota smókinn en taka hins vegar ekki stjórnuna. Gott skot hjá Pressa, tekur út Edison. Tíminn fyrir að hann til að skína. Fekk ekki að nota vappan neitt þeirra megin. Nei. Alltaf tekinn í umilum, crossfires og... Skemmtilegt vappamapp líka overpass með marga línur til að vinna með. Og Nonni kominn hérna bara á sandbags, býður bara rólegur. Lik með Nonna. Æsi mögulega bara að fara að taka þessa línu hérna fljótlega þegar smókurinn byrjar að feita. Þarf að ákveða hvað hann ætlar að halda. Já, Pressi bara með baki á honum og lítið að frétta hérna hjá KPI í þessu rándi. Bara hægt og rólega að láta taka sér sundur hérna. Þetta allt annað súslið sem við erum að horfa á núna. Blik með síðustu 2 killin hérna. Og já, nú fáum við kannski að sjá svona jafnasta rándið hinga til. Full kaup hjá báðum liðum núna. Ofvirkur nær í vappan ef hann vill það. En ekkert vissum hann gerir það. Hann gerir það. Lítið armor á hann líka. En það er svo sem allt í lagi út af því að þeir eru með 2 AK í hinum megin og vappa. Þannig að alls ekki slæm hugmynd. Kýs frekar að vera með utility. Við erum búin að sjá hversu vel það spilast með að flassa fyrir Edison eða bara aðra menn. En hvað ætlaður að bjóða okkur núna? Æsi framalega, smókurinn lentur. Bústa hérna fyrir shortið, Blik með það info, ekkert komið á short, búin að brjóta hurðina líka á connectorunum. Ekkert þar í boði heldur. Nei, þetta er bara eitt svona hægt ránd frá KPI. Þeir eru bíða bara eftir utilinu, eru ekkert að flýta sér. Búið að ganga svolítið illa hjá með þessi hröðuránd, þannig að fínt bara að sjá að breyta aðeins tempo og vona að þeir fái eitthvað aðeins betra viðmót. Æði lið sína mjög mikla virðingu á miðsvæðinu. Það er rauninni vorugt info. Þeir eru bústaðir á A-sætinu. Vita er rauninni ekkert hvort að þeir séu allir fyrir utan A eða allir fyrir utan B eða dreifðir, en þeir eru allir hérna fyrir utan B. Þeir eru allavega með 3 menn á stað, en náður að halda þessu. Executið er bara að fara að stefna í. Þeir eru held ég með annan smók líka þarna á B-nu, þannig að Blik heyrir þetta. Nei, þeir eru reyndar ekki með það. Blik hérna í geðveik gósi fyrir þetta, en Rodríguez bara mjög snöggur að ná þessi killi. Flott flass hérna. Já, KPI. Gullfallet execute. Já, þetta var, flössin voru frábær frá KPI. Og bara að taka þetta alla leið og þá sjáum við þá. Þeir eru mjög slósir hérna. Pressi, einn með vappan og... Gerir skaða hérna, en hugsaði að núna væri tíminn bara fyrir hann að forða sér. Já, gerir það vægt. Óli fljótur að ná honum. Staðan 11-7 fyrir KPI.
Það kaup í boði fyrir SUS en það bara ekki mikið. Þeir hafa ekki mikið buffer eftir. Þeir í rauninni var þetta eiginlega eina rándi sem þeir áttu inni til að tapa. Já, algjörlega. Og líka bara vel gert hjá KBJ. Þetta var, líka bara Rodríguez fljótur að ná blikkarna í rífrækinu. Og það var alveg heimur sem blikka hefði bara tekið á báða, sko. Já, algjörlega. Hvernig fóru báðir í gegnum, þeir voru að búast við þessu. Það bara þarna sikkur megin á sama tíma. Þannig að það rauninni boði að treyta þinn mann. Rex finnur hérna í gegn og Spammi kemur strax á eftir. Missa strax Rodríguez. Edison reynir að refsa þessu en kýsa að vera ekki þarna í... Rodríguez má líka búin að eiga það. Hann búin að vera atkvæðamikill í þessum leik hérna hjá KBJ sem bara akkurat það sem þeir þurfa. 3 hérna, 17, 18, 17. En Pressi komur bara mögulega með geggjaða línu hérna. Nei, Solo kemur hérna á hliðinni. Nonni, já, en Blikk fljótur að svara því og núna þurfum við gott A-hold. Nei, Blikk mættu til leiks, nær öðrum og fer beint í að halda tíinu. Mætir Solo hérna líklega, bara mjög fljótlega. Og það það spotta en Solo bara tekur hann. 2-2 núna tíminn, nægu tími hérna fyrir KBJ að breyta til sem þeir ætla að gera, fara yfir á æð. Æsi líka kemur sér í góða stöðu hérna. Heyrir í einum. Vita að þetta sé A núna. Með niður. Það að gera gott úr þessu. Já, ég held að hann sé ekki að fara að búast við neinum á 5 núna. Þannig að Æsi mögulega að fara að vera það sem bjargar þessu rándi. Þetta vond staða hérna fyrir Rex. Þetta það sem að getur... Og hann heldur þessu á besta tíma, þá sleppur hann anglinu. Báðir komnir hérna hinum megin, en núna bomban plöntuð hins vegar hinum megin. Og það bara ástæða fyrir að Æsi bara ekki að búast þessu. Þannig kemur byssa og hann heyrir það. Hann veit aðeim báðum núna. Stikkar hann þetta. Nei, þetta, já. Missa þetta bara. Missa þetta aðeins frá sér þarna í lokin og gerir líka bara vel að fara báðir bara í stigan. Taka fætinn þar og posan hjá Æsa í rauninni verður að engu. Einmitt og ég skil svo sem Æsa hann að reyna að finna seinni mannin. Nei, ef að KBJ hefði spilað þetta einhvern veginn öðruvísi en að pussa þetta niður þá hefði þeir verið vandræðum sko. En bara með fullkomið svar við þessari sókn. Líka bomban sagði hann bara, það hlýtur ykkur að vera að halda þessu hérna megin. En sjáum að það Mollan sem að refsar instant smókinum en hann gerir það samt sem aður ekki. Þeir eru með annan smók hérna. Og við tekum línu í gegn. Reyn síðan skotið, blind skot, hittir enginn á móti þessu. Var smókur. Þetta lænlega þarf ég að taka. Ég hef ekki séð þetta frá B-inu. Edison opnar fyrir KBJ. En aftur þá þetta óþægilegt. Það þessi hægur ránd sem að virka nokkuð vel fyrir KBJ núna. Já. Þeir voru hraðararnir í byrjun, áttu þessu fljótlega á því að það ekki að virka. Sem sýnir bara góða reynslu frá KBJ. Fara í aðeins hægari play. Og þá byrja hlutinir að gerast fyrir liðið. Já, að jafna þetta. Urkulags hérna tekin út. Báðir á shortinu í rítekinu hjá KBJ. Bollaðir fyrir gegn, tekur mikinn skaða. Já, sætt. Og núna Pressi. Allt á honum. Duga eða drepast. Planti kemur inn og það örugt, hann kýs frekar að sitja í smókinu. Missir af honum og hoppa þarna upp á. Gefur línuna og... Já, Pressi, þú ert að vera stór núna. Smókurinn feitar. Solo lokar þessu. Þar höfum við það, loka þessu 2-0 fyrir KBJ. Sannfærandi sigur, áttu von á meira frá SUS en SUS gerðu bara ekki nóg. Reyndu þarna aðeins í overpass en þeir fóru eiginlega bara aldrei í gang þar fannst mér. KBJ voru bara með svar fyrir öllu. Það voru líka bara allt og margir leikmenn on hjá KBJ í overpass. Þú varst með Rodríguez að gera frábæra hluti, steppaði bara vel upp í overpass. Edison búinn að vera geggjaður í báðum uppunum.
mjög atkvæðamikill eins og alltaf eiginlega, mér finnst hann einhvern veginn alltaf vera bara on, þú sérð mjög sjaldan hann veri í einhverju algjöru þvælu og Óli Óvirkur, bara geggjaður í overpass, var bara að ná pikkunum og kilsi gegnum smokes og eins og honum líkt og gerir vel þarna þegar hann pússar og tekur Rex þarna út í næst seinasta rándinu þannig að sem að siglir því rándi bara inn þannig að bara frábærlega að spila frá KPJ og þetta er í rauninni bara allt annað KPJ-lið en við erum búin að vera að sjá síðustu leiki sko. Þetta er KPJ sem að við hefum skilað að sjá Algjörlega, og þetta er bara það sem við vitum að þeir geta þetta en það er bara einhvern veginn eitthvað ekki búið að vera, þú veist að neglast hjá þeim skilur en þetta er ekki búið fyrir þá. Ég meina þeir eiga ennþá 2 leiki eftir og þeir eiga Þór held ég næst, þannig að ef að þeir taka Þór þá erum við mögulega að fara að sjá þá inn í brakkitinn. Sem að væri skrítið að segja núna, en það kemur samt ekkert á óvart að því að þeir spila eins og spilu í kvöld, þá geta þeir alveg komist í brakkitinn. Alveg bara klálega og eiga heima þar. Þú veist, við gæðin sem þetta liðið hefur, þá eiga þeir alveg klálega heima í brakkittunum, þeir eiga ekki að vera í bottom 2. Þú veist, og ég held að öllum hafi brugðið að þeir væru þar yfir höfuð, skilur við við gæðin í þessu liði. Einhvern veginn hefur bara síðan að byrja illa fyrir þá, en þetta er oft þannig, stundum byrjar það bara illa og endar vel. Saga hefur gert þetta áður, það sem að þeir byrjuðu hræðilega og enda síðan í toppbaráttunni, hvort þeir enda í öðru sæti í byrjun síðast árs, eftir bara hræðilega riðla, skilur við. Þannig að kannski bara núna þegar meira er undir, þá byrja þeir að stígu upp og taka þetta bara á sprettinum sko. Kannski búin að full implementa ofvirk inn til sín núna og það sést líka alveg bara eins og þessi flassasist sem hann var að gera. Hann var að vera mjög selfless í rauninni. Algjörlega. Hann er bara frábær leikmaður og hefur gífurlega reynslu fram yfir eiginlega flesta, hefur keppt á hæðstu levelum og veit hvað þarf til að vinna og er að gera, hann er gott addition í liðið, klálega. Núna er þetta bara fyrir alla hína akkurat að finna þetta flæði sem fylgir þannig leikmanni líka og svona, en mér sýnist þeir alla vera góðri lið. Þetta voru mjög flottir í dag og bara big props á KPJ, bara til hamingju með þennan sigur. Og Rodríguez kom líka sterkur inn núna með við síðustu seríu sem hann hefur verið að spila. Þarna var hann einmitt andstæðan við Ederson og Ofvirk, það sem þurftu til að komplementa þá í þessum leik. Og líka, þú veist, eins og ég segi, þú veist, hann hefur þessi gæði. Málið er að, þú veist, vissulega ungu leikmaður oft hannig og það getur verið erfitt fyrir þess að stráka að fá þetta, þú veist, ego til að ég er betri, ég er að fara að vinna þennan fight, þú veist, og það kemur yfirleitt með aldrinum og meiri svona reputation, það sem ofta þetta myndar, skilur, en hann hefur þessi gæði og þarf bara svolítið svona ofta líta inn á við og vera bara ekki hræddur við það sem hann er, og þess að sást í overpass, hann var bara ekki hræddur og var að hitta og var að eiga bara frábær ránd og kemur hann í baki á 5 og bjarga því rándi algjörlega og klálega bara flotti leikmaður og við viljum sjá meira af þessu frá honum. Ég vil líka sjá meira af Sús út af því að maður sá alveg, þeir eru með stjörnur, svona yngri stjörnur og það er helling sem þeir geta gert til að bæta upp þetta. Algjörlega, ég held að þetta hafi verið líklegast one-off leikur fyrir þá að þú veist, undir eðlurum kringumstæðum ættu þeir ekki að tapa svona stórt gegn liði eins og KPJ. Þú veist, þeir eru búin að vera að taka upp af Dusty og Vega og þú veist, þetta er held ég bara svona, kannski líka bara Styles, fattur þú? Styles með games í mörgum tilfellum eins og sér í að taka mapp af Vega líka og þá er þetta bara playstílinn oft og hvernig leikmenn spila sem að getur svolítið svona slegið á leikmenn. Loka spurning, MVP leiksins? Ederson bara hart. Já, hann var svo atkvæða mikill í núk og var geggjaður í overpass. Að mínum að þið fannst mér hann bara svolítið sigla inn núkinu því að hann var eiginlega alltaf að ná þessum entríum og þegar þú ert alltaf einum yfir þá bara er þægilegt að spila, skilur hann var að búa til þetta þægilega umhverfi til að vinna með og þeir voru margir góðir eins og Óli var líka geggjaður og Rodríguez í seinni en ef við erum að tala heilt yfir báði leikirnir þá var þetta bara Ederson. Ég tek undir það, bara byrjaði leikinn sterkt og einmitt Ofvirkur, hann fylgir í eftir en Ederson tekur MVP í kvöld bara alveg klálega. Já, ég myndi halda það. Ég hugsaði að það sé ekki margir sem myndu mótmæla því sem horfðu á seríuna. Nei, einmitt. Ég vil sjá meira svona Rodríguez. Algjörlega, mér fannst þetta mjög skemmtilegt að sjá þetta. Hann var ekki hræddur að taka fætana og var klálega líka bara on point með aimið í þessum leik. Með okkar hafa með mörg kill, það var ekkert eitthvað sem að öskraði, þú veist, highlights eða eitthvað svoleiðis. Það var bara að vera rock solid allan tíman. Algjörlega. Það var engin moment í overpass-leiknum þar sem ég fannst þannig eitthvað vera út úr kortinu eða gera eitthvað mistök eða eitthvað svoleiðis, hann var bara þéttur. Einmitt.
Herru, meira höfum við ekki að segja annað en að þakka kærlega fyrir okkur. Þetta var loka kvöldið af umferð 5. Við höldum áfram með umferð 6 í næstu viku. Það á þriðjudaginn þar sem að Tommi og Óli taka við á okkur. En þangað til þá ætlum við að kveðja að sinni. Takk kærlega fyrir okkur og hafið það gott í kvöld.